Já, komið sæl, sýnir Egils heilsa. Í síðustu hluti þáttarins þá ætlum við að tala við fólk sem eru yfirlýstir stuðningsmenn ákveðna frambjóðenda í forsetakosningunum. En við ætlum að byrja hér svona að tala kosningar, hvað í Íslandi, Bretlandi og jafnvel í Bandaríkjunum en til okkar komin Guðmundur Hálfdanarson, Drífa Snædal og Ólafur Harðarson. Við erum allir velkomin. Takk. Og svo situr hinum einn, Gunnar Smári. En eftir viku, þá verðum við búin að kjósa okkur nýja forseta. Hver haldið það að verði? Má ég spyrja ykkur? Máttu spyrja, en það verður eftir svar. Já, ég sjálfur sér þá held ég þetta sé bara óbúrslega óljóst og spennandi. Þetta auðvitað þannig að það bara kosið, það bara einumferð. Þannig að það sá sem að sá eða hús sem fær flest atkvæðin sem að vinnur og eins og skoðan kannir sína, þá þetta mjög tæft og það svona hreyfing á þessu og ekki alveg ljóst hvernig hreyfingarnir eru en þannig að það verður eitthvað af þessum fjórum sem hafa verið í forystunni sem að tekur þetta. Já, ég held að þetta sé ennþá mjög óráðið vegna þess sérstaklega að við vitum bæði frá forsetakosningunum 2016 og frá alþingiskosningum að margir kjósendur taka ekki endanlega ákvörðun fyrir alveg rétt fyrir kjördag eða á kjördag. Í síðustu alþingiskosningum sögðust í íslensku kosningarannsókninni sagðist helmingur kjósenda hafa ákveðið sig í síðustu vikunni og 25% sögðust hafa ákveðið sig á kjördag. Og það náttúrulega ekki þannig að menn séu algjörlega óráðnir en margir eru með 1, 2, 3 kandidata alveg eins og í þingkosningum með 1, 2, 3 flokka sem að þeir eiga eftir að gera endanlega upp við sig hvern að þeir ætla að kjósa og það mjög líklegt að það sé ennþá þannig að í rauninni getur allt gerst og það getur orðið umtalsverðar sveiflur í síðustu vikunni en eins og staðan núna þá náttúrulega líklegast að Katrín Jakobsdóttir vinni þetta. Hann gerir svona kosningaspá, hann Baldur Héðinsson sem birt á heimildinni, þar sem að hann tekur saman nokkrar kannanir og þar hefur Katrín núna í nokkuð tíma verið efst og Baldur gerir líka eins og gert við í útlöndum í Bandaríkjunum til dæmis að það eru reiknaðar út líkurnar miðað við þær nýjustu kannanirnar líkurnar á því að hversu mikla líkur á því að hver frambjóðandi sé kosin og líkur Katrínar hafa í þessum mælingum farið úr þriðjungi upp í 49% núna en þá náttúrulega ef hennar líkur eru 49 þá náttúrulega eru 50% líkur á að einhver annar verði kosin og þetta náttúrulega miðað við í rauninni að það verði ekki neinar umtalsverðar breytingar í síðustu vikunni því að ef að þær verða til dæmis í síðustu kannunum þá breytast auðvitað þessar líkur en Katrín líklegust í augnablikinu en hún fjarri því að vera með þetta í pókarum eins og sagt Ég held við sem að hérna fara seglir í mjög skemmtilega viku sem svona manneskja sem brenn ekki fyrir einhverjum ákveðnum kandidat þá lítur maður á þetta svona sem frekar svona hérna kapleik og já en sko það náttúrulega líklegast að Katrín verði en síðan held ég að við sem komið fram með líka þann tíma að einhver hætti við og lýsi við stuðningi við annar frambjóðanda ég held að sá tími sé liðin að búa að breyta kjörseðla kannski já Þannig að það var eiginlega það sem maður kannski bjóst við að myndi gerast einhver tímann skilur í síðustu viku en það eru bara allir það jafnir og það enginn sem tekur sénsinn á því. Ég held að sko þessa kannanir sýni það að við viljum forseta sem ekki, ætlar ekki að útvíkka valdsvið embættisins. Þeir sem hafa lýst í yfir að útvíkka valdsvið og þeir sleikja botninn. Við viljum hafa bara forseta sem svona verður okkur ekki til skammar á alþjóðavettvangi og er ekki með hór og sæmilega girtur og kann sig og það náttúrulega bara mjög margir í þessum hópi þannig að þetta ákveðið lúxusvandamál. En síðan líka það sem held ég gerist í síðustu vikunni þegar það eru svona nokkrir einstaklingar sem hafa engu að tapa að þá verður eitthvað stuð sko og ég held að kappræðurnar við getum átt vona á einhverju skemmtilegu einhverju stemningu í kappræðunum sko en þetta náttúrulega þetta ekki öfundsvert hlutverk þegar sko flestir að kjósa sér forseta sem ekki mjög afgerandi pólitískur þá getur ekki komið með eitthvað afgerandi pólitískt til þess að reyna að hífa upp fylgið sko af því að það býtur því í hælana og líka það býtur því líka í hælana og ætlar að fara gegn einhverjum öðrum
stuðningsmennirnir geta verið að djöflast en ekki frambjóðendurnir sjálfur, þannig að þetta er ekki öfundsvert hlutverk að vera í þessu frambóði held ég. En síðan fannst mér líka, ég held að manneskja sem unnið þessa kosningabaráttu, það er Ásdís Rán. Já, ég sammála þér, já. Hún kemur hérna sko bara og sýnir einhver allt aðra hlið á sér heldur en við þekkjum. Og við vorum búin að afgreiða hana svolítið svona sem ljúsku sko eitthvað svona. Og svo heldur hún þetta partí sem er alltaf stórkostlegt og allir mæta og það breytti baráttunni. Það var einhvern veginn svona mildari, þægilegri, meiri gleði. Það gerðist eitthvað þarna eftir þetta. Þú ert ekki að fara á barkan á fólki sem þú hefur verið í partíum með. Já, en svo var það bílferðin norður sko. Já, sem Steinun Ólína, Ásdís Rán og Ástór, þetta var alveg... Ástór fann að skína eins og sólinn bara og þetta bara, það er einhver fegurð yfir þessu sko. En svo, hver þú að vera fórseti eftir? Ég veit að ég hef sittið þarna að vera að spyrja fólk að þessu og flesti nefnaði Katrínu, en eins og staðin er núna þá er það 50-50 og svo er það hvernig síðasta vika fer og þá er það svona spurning hvað frambjóðan geta gert. Ég held að til þess spurningin myndir þú gera það sama og Guðni að fara á samstöðu tónleika með Palestínu en ekki horfa á Eurovision? Margir hafa reynt að svara því að þeir myndu gera allt saman einhvern veginn og vera að reyna að verða öllum til hæfis. Ef að allir spila þann leik að þá er líklegast að niðurstaðan verið svipuð í könnunum, en það þarf náttúrulega ykkur að taka sénsinn á því að ef þú ætlar að sækja eitthvað, að þá verður að taka einhverja áhættu á því að styggja eitthvað. Þannig að þú ættir bara að vera að læsa á það hvar eru sóknarfærin og hverju getur tapað. Ef allir ætla bara að reyna að halda sínu, þá er líklegast að þetta verið niðurstaðan. En ég hef sagt að ég held að Halla Tómasdóttir taki það. Og þá horfi ég bara á stöðunni í könnunum og svo hvaða lín er að hreyfast. Katrín hefur ekki tekist að auka fylgi sitt. Það sem að gæti hins vegar gerst, sem hefur ekki komið fram núna, er að hún er augljóslega með mestar peningana og var fyrst byrjuð að auglýsa svona risauglýsingar og kannski er það þannig í okkar samfélagi, Ólafur getur kannski svaraði, að það sé kannski 10-15% af fólki hérna sem að bara étur það sem auglýsingarnar segja manni að éta og tryggir það sem auglýsingarnar segir hvar maður á að tryggja og fer til þeirra landa sem auglýsingarnar segja maður að fara að landa og kýs það sem auglýsingarnar segja maður að kjósa og sömuleyti voru síðustu þingkostningar voru þannig, þessi sem að voru með mestu auglýsingarnar og snjöllustu auglýsingarnar, þeir unnu kostningarnar, svo það getur vel verið að á endanum þá ráði það mestu hver er með mesta peningin. Þannig er það víða í heiminum. Já, sko, það er nú reyndar þannig sko að menn segja þetta ofta peningarnir skipti öllu máli. Í Bandaríkjunum hins vegar er það, og í Bandaríkjunum er til dæmis alveg ljóst að til þess að eiga möguleika þá verður að hafa mjög mikla peninga og safna mjög miklum peningum. Hins vegar er það ekki þannig að mjög miklu peningar tryggi nokkuð skapaðan hlut. Við höfum líka mörg dæmi frambjóðendur, milljónamæringa í Bandaríkjunum sem að hafa eitt gríðarlegu fjármagni og ekki fengi neitt. Þannig að þar eru peningarnir nauðsynleg forsenda en ekki fullnægjandi forsenda fyrir áhrif. Og við höfum engar Ég var ekki að segja að Katrín hefði ekkert peningar. Nei, við höfum engar rannsóknir sem að benda til þess að auglýsingar hafi haft nein afgerandi áhrif á úrslit í íslenskum kosningum. En það er auðvitað hugsanlegt. Sko í Bandaríkjunum skipta peningar er ekki fyrst og fremst máli út af auglýsingum, heldur fyrst og fremst máli út af skipulaginu, að hafa nóg mikið fjármagn til þess að reka kosningaskrifstur út allt, af því þar er alveg skiptir gríðarlega miklu máli að fara og banka upp á og tala við kjósendur, sem sagt þá stuðningsmenn. Ég held að það skiptir miklu minna máli hér sko. Það er samt byrjað sko, ég sé það bara á Facebook að fólki, til dæmis í kringu Katrínu situr þar og ringir og hvernig fólk til þess að fara á kjósa þetta bara strax. En ég held sko að í sjálfu sér vegna þess að munun er svo lítill, það þarf svo lítið að gerast til þess að og að þetta er bara einumferð. Það þarf ekki einn að fara, Katrín þarf ekki að fara niður mikið og einhver annar að fara upp til þess að Katrín verður númer 2 og ef verður númer 2 þá muni bara 0,5% þá dugar það sko. En sko það sem auðvitað Katrín hefur auðvitað er það að hún er alveg gríðarlega vön í að standa í þessu. Hún er ólíkleg til að gera mistök. Ólíkleg til að gera mistök og það er svona
menn sjá það öryggi sko, sem að til dæmis í fyrstu umræðinu sem að Halla Hrund átti þar náttúrulega merfileikum vegna þess að sem er bara mjög aðlegt. Þetta er vettvangur sem að hún kann ekkit sérstaklega vel á og þó Katrín staðis ekkit sérstaklega vel þar heldur að þá samt sem áður þá þetta hennar hún kann þetta. Já, en hún er að fara úr svona þrotabúi. Flokkun er að koma niður fyrir 5%, ríkisstjórnin óvinsæl og aldrei kalda kólu. Það kemur náttúrulega fram í könnunum að það eru 42% af fólkinu sem vill hana alls ekki. Kannski að þessum ástæðum. Ég held hún hefði rullað þessu upp 2016 en ég held hún hefði miklu erfiðara núna og ef það var ekki svona margir að taka svona mörg atkvæði að það ættum ekki séns. Ef það var ekki þetta margir sem er að skipta þessu á milli sín eða að fá talsvert mikið. Þetta er besta niðurstaðan fyrir Katrínu í upphafi síðustu viku. Það hafa þessu 3 raunverulega sem hafa möguleika, jafnvel 4. Því það er sérlega enginn þarna sem er af þessum 4 sem að menn hugsa þennan vil ég ekki eins og á móti Katrínu og það þetta sem fyrst næst út af ríkisstjórnarsamstarfinu sem hún hefur verið í núna. Já, og flokkurinn, þetta er bara sögulegt. Þú varst framkvæmdastjóri í þessu flokki. Já. En þetta er komin að rústa flokkin. Já, það er ólíklegt, það er ekki gott að sjá hvernig þessi flokkur á ná okkur viðspyrnu og það er náttúrulega alltaf vandræði með persónudýrkun. Það hefur náttúrulega verið keyrt rosalega mikið á Katrínu og ég er nú bara sjálfsegu það að hérna 2017 þegar ég tók þátt í kosningabaráttu VFG þá var ég að dreifa myndum af Katrínu sko í hús, pínu óbræðmunum að því svona persónudýrkun hérna, mér finnst það ekki skemmtilegt sko. Og lést ógleymanleg ummæli falla sér. Það er bara, sko, það er að verða 8 ár. Ég sagði ekki. Nei, og ég hef aldrei sagt þau opinberlega, sko. Það er bara að fara með þig eins og hostaframbjóð. Gömul ummæli. Nákvæmlega. En hérna, en sko, það verður svo rosalega eyðimörk eftir svona sterka persónur sem er látið svona mikið með. Og það er bara erfitt að sjá hvernig VFG á vopnum sínum. En hversu sterkur leiðtogi hefur hún verið? Það hefur verið flótt úr flokknum. Og hún er gríðarlega flink að hafa haldið þessu stjórnarsamstarfi saman. Ég hef alltaf gefið henni það og hún er dugleg og það er þannig og ekki bara eigin flokki heldur vinstrinu. Vinstrið hefur valla beðið spætur. Það er lítil stjórnarandstaða á þingi. Það eru þá helst Píratar sem hafa staðið í lappirnar þar. Það er hérna bara mörkin í íslenskri pólitík hafa færst til með því að VFG fór inn í ríkisstjórnarsamstarf og það er náttúrulega stóri skaði. Flokkar kom og fara en þessi bylgja er illfyrirgefanleg. Smári, vinstri bara... Þetta er bara starrið. Það er miklu betra fyrir svona þroska vinstrisins að VFG og Samfylkingin og fleiri séu sko saman í stjórnarandstöðu. Þetta er svona flokkar yfir miðjuna leið ekki til þess að það verði einhverjum raunverulegi valkostir í samfélaginu hvert við erum að fara sem að ég held að vinstri fólk telur að við séum á þeim tímamótum að við þurfum að ákveða hvort við ætlum að fara einhverja zombi nýfrjálshyggju áfram og halda áfram að leysa upp innviði og grunnkerfi samfélagsins, auka hér ójöfnuð eitthvað fleira, eða hvort við ætlum að fara einhver aðra leið og það er ólíklegra að sú leið finnist eða það takist að byggja upp nægt fylgi fyrir henni á meðan að annar og kannski sá sem að verði frekar að vinum stofnana vinstirflokkum að leiða þá baráttu sé að leiða Sjálfstæðisflokkinn og Bjarnar Benediktsson og zombi nýfrjálshyggjuna til valda. Þetta er hryllingur og við verum lengi að vinna úr þessu. Já, ég held að sú staðreynd að Vinstri grænir að mælast með 5% fylgi og er í útrýmingarhættu. Ég held að það hafi mjög lítil áhrif á gengi Katrínar. Það er að segja, Ólafur Ragnar til dæmis var formaður í flokki sem var 15%. Hann fekk 41% í kosningunum. Þannig að ég held að sko fylgisleysi... Það skildi ekki við flokkið sér nýju rúm. Nei, en ég er ekki viss að það skipti máli því að þeir sem helst hefðu áhyggjur af því eru þá kjósendur VFG og þeir eru bara í augnablikinu ekkert mjög margir. Það sem ég held að skipti meginmáli þarna er að Katrín leiddi Sjálfstæðisflokkin inn í ríkisstjórn 2017 og kannski sérstaklega hélt síðan samstarfinu áfram eftir kosningarnar 2021 þegar stjórnin reyndar vann mjög óvenjulegan
óvenjulegan sigur. Þannig að þeir sem eru óanægðir með Katrínu... Það er Framsókn sem vann sigurinn, hvorki VG Sjálfstæðisflokkurinn vann sigurinn. VG tapaði, Sjálfstæðisflokkurinn stóð í stað og Framsókn bætti verulega við sig, það er alveg rétt sko. VG tapaði. En það er mjög óvenjulegt að ríkisstjórnarflokkur eftir hrun hefur engin ríkisstjórn haldið velli. Í kosningum nema þessi eina en svo ég kláraði þetta að þeir sem eru reiðastir við Katrínu þessi 42% sem vilja hana ekki að ég held að þeir, og mér sýnist það á konunum að meginstofnin til er þetta vinstri sinnað fólk sem líkar stjórnar þáttaka VG mjög illa og telja að Katrín hafi bara leitt Sjálfstæðisflokkinn til valda eða viðhaldið hans hefðbundnu völdum og síðan þegar hún ákveður að fara núna allt í einu að þá er hún nú svo óheppin að það er ekki Sigurður Ingi sem tekur við heldur Bjarni og það sko gerir nú þess óánægðu vinstri menn ekki ánægðari. Þannig að þetta held ég þessi pólitíski farangur er það sem gerir henni erfiðast fyrir í þessari kosningabaráttu. Og hefur sett mark sitt á kosningabaráttuna að það komi umdeildur stjórnmálamaður inn í forsetakjör með allan hennar farangur og það hefur svolítið litað kosningabaráttuna að einhver leiti þá er þjóðin svona hálfneitt til þess að gera eitthvað pólitískt uppgjör við Katrínu Jakobsdóttur sem kannski passar ekkert vel að gera í forsetakjöri sko. Nei, en það er líka í rauninni sko, það er fróðlegt að bera Katrínu og hennar pólitíska farangur saman við pólitíska farangurinn sem Ólafur Ragnar var með 1996 vegna þess að sumir héldu að þá væri menn bara búin að gleyma því hvað hann hefði verið rosalegur pólitískur vígamaður og við spurðum þetta allt saman og það kom í ljós að kjósendur voru ekkert búin að gleyma því að Ólafur hefði verið pólitískur vígamaður. Þeir vissu að hann hefði verið í pólitík, þeir töldu þessa arfleifð ekki góða en þeir einfaldlega sögðu hann er með aðra kosti sem má draga saman í því að þeir töldu að hann gæti orðið svona súpersendiherra og fyrir þeim voru þessir persónulegu hæfnistættir bara miklu mikilvægari heldur pólitíska fortíðin. En það væri mótvægi við Davíð Oddsson. Við spurðum ekki það í rauninni sko, en það gæti mjög vel hafa verið að menn hafi líka að einhverju leiti sko verið að kjósa gegn Davíð og reyndar vitum við að í þeim kosningum 1996 þá voru gerðar kannanir bæði fyrir Jón Baldvin og Davíð hugsanlegt gengið þeirra í forsetakosningum og niðurstaðan var svo að þeir fóru ekki fram gegn Ólafur Ragnar. Þeim líkaði það ekki mjög vel að Ólafur Ragnar verið það á toppnum. Svo Guðrún Katrín skemmti nú ekki fyrir honum. Nei, hún skemmti ekki fyrir honum. Ég held að menn íki nú kannski hennar mikilvægi en hún var auðvitað mjög glæsileg kona og mikil snillingur og góð manneskja. Það truflaði ekki kjósendur að þetta var maður sem sagði að Davíð Oddsson hefði skítið eðli? Nei, það gerði þannig ekki og spurningin... Það er óljóst að því að þú spurðir ekki. Hvort að kannski kaus fólk það vegna þess að sagði þetta? Það er alveg hugsanlegt. Við getum endalaust hent upp hugsanlegum skýringum. Nú erum við búin að tala svolítið um kosningarnar hérna. Nú skulum við það er kosið víðar. Það er ég veit að... Ég ætla ekki að loka á þetta. Bara getur komað eftir komdu með það. Því ég veit að sko Óli kom með farangur með sér. Já, það er sko spurningin þess vegna sem að tengist þessu með Katrínu. Með Katrínu núna, það sem að í rauninni helst gæti spilt fyrir henni vegna þess að það er þarna yfir 40% sem vilja ekki hvort að einhver hópur manna muni kjósa taktískt. Það er að segja að þeir munu velja einn af þessum þremur efstu sem líklegastur til þess að vinna Katrínu. Það er að vísa aðeins snúnara núna ef allir þessi þrír eru með álíka fylgi en og það er ekki hefð fyrir taktískum kosningum á Íslandi að neinu gagni. 1980 til dæmis var alveg ljóst að valið stóð bara milli Vigdísar og Guðlaugs en fylgismenn Alberts og Péturs kusu alls ekki taktískt, þeir kusu bara sinn mann og það getur auðvitað gerst. En ef að menn kisu taktískt þá er mjög líklegt að það myndi bitna á Katrínu og Maskína hefur reyndar gert kannanir, 2 kannanir þar sem að athugað var hvernig málin stæðu ef að við værum ekki með íslensku aðferðina þar sem sá vinnur sem fær flest atkvæði heldur værum við með írsku aðferðina þar sem að kjósendur geta raðað frambjóðendur. Sem var lögð til í nýrri stjórnarskrá. Hún var lögð til í nýrri stjórnarskrá írska leiðin hjá stjórnlagaráði og svo var hún líka lögð til í þingmannafrumvarpi Katrínar Jakobsdóttur sem hún lagði fram 2021 og fékk ekki þinglega meðferð.
Þannig að þessar hugmyndir hafi verið í gangi og þessi aðferð þannig að sem sé menn raða fleirum en einum og það getur vel gerst í Írlandi að sá frambjóðandi sem fær flest atkvæði, hann sé ekki kosinn. Það gerði til dæmis 1990 þegar Mary Robinson var kosin, þá var hún ekki með flest atkvæði, en þegar að skoðuð voru vara atkvæði þeirra sem hafðu kosið lægsta frambjóðandan, þá fór hún yfir 50%. Og Maskína sem sé spurði þetta, lét menn raða og þeir eru búin að gera 2 kannanir þetta. Önnur var, sem Þóra Ásgeirsdóttir sagði frá í Morgunútvarpinu fyrir í síðustu viku, að svo fyrri var gerð fyrir svona hálfu mánuði, þá voru þær efstar Hallar Hund og Katrín, en þegar að varaatkvæðin voru skoðuð, þá stóð kappið milli Katrínar og Hallar Hundar og Hallar Hund hafði betur. Í könnun sem var gerð í síðustu viku, þá var Katrín efst þegar að skoðað var hvern minn ætlaði að kjósa, en ef að varaatkvæði voru tekin, þá komst hún ekki einu sinni í síðustu umferðina þar sem að hún datt út í næst síðustu talningunni, þannig að þeir 2 frambjóðendur sem stóðu upp úr og var þá kosið á milli, eða var í rauninni valið stóð á milli á endanum voru Halla Tómasdóttir og Baldur Þórhallsson og tölurnar voru þá 51% fyrir Höllu Tómasdóttur og 49% fyrir Baldur, sem auðvitað engan veginn marktækur munur. Þetta þýðir náttúrulega bara það að í þessari könnun með írsku aðferðinni þá hefði kapplaupi staðið milli Baldurs og Höllu Tómasdóttur, en Katrín hefði ekki verið í því kapplaupi. Og írska aðferðin notuð til þess að óvinsæll frambjóðandi geti ekki náð kjöri með tildulega litlu meirihluta. Það er náttúrulega gallinn við okkar íslensku aðferð að frambjóðandi getur náð kjöri með mjög lítið fylgi. Og kosturinn, við fengum Vigdísi þannig. Það er alveg rétt. Ég hef nú margoft sagt að ef að írska aðferðin hefði verið notuð 1980 þá mjög ólíklegt að Vigdís hefði verið kosin. Það er kannski helstur rökin, en hins vegar hefði Mary Robinson aldrei verið kosin ef að íslenska aðferðin hefði verið notuð. En ég held þess að ég segi En þetta skiptir, þetta er náttúrulega aðalega bara heila leik við mig, svona skemmtileg og efni í fræðilega grein kosningakerfi, en þetta skiptir hins vegar máli í augnablikinu, allar þessar vangaveltur upp á það að þetta sýnir hvað umfangsmikil taktísk kosning, ef að hún á sér stað, getur haft. Ég held vandinn við svona taktíska kosningu í þessu tilviki er það að ég held að þessi taktísku atkvæði munu dreifast á hinn 3. Það getur mjög verið. Því að þau eru mjög ólík, þau vísa í ólíkar áttir og þannig að einhver ætlar að gjósa taktískt, þá held ég að þeir bara raðist á hinn 3 og þá kannski þurki þetta út nema það verði til þess að, ég held að ég hef svona grunum að svo verði sem að þýður í sjálfsveit bara það að kjósa þann kandidat sem þau ætla að kjósa. Því að þarna eru 90, rúmlega 9, eða svona kringu 9% fylginu á þessum 4 kandidatum. Já, ég nefndi það mér þaðan að það er erfiðar að kjósa taktískt þegar 3 næstu eru allir tiltölulega jafnir. Það gæti auðvitað breyst í síðustu vikunni og varðandi fylgismannahópana þá hefur mér nú sýnst að það séu kannski sérstaklega fylgismannahópar Höllu Hrundar og Baldur Þórhallssonar sem að skarast verulega. Eru mjög líkir. Þannig að þar gæti sem því ef að annarkvort þeirra er klárlega ofan á, að þá gæti hugsanlega streymt fylgi frá þeim frambjóðendunum sem lægri yfir á þann sem hærri ef að menn vilja kjósa taktískt. Þetta er ástæðan fyrir því að ég er að spá að Halla Tómasar taki þetta, bara fyrst og fremst til þess að andmæla þeim sem er alltaf að spá Katrínu, en það er vegna þess að kjósendahópur hennar og Katrínar er líkari, þannig að ef að hún er að vaksa, að þá er ólíklegra að Katrín geti vaksið og líklegra að hún muni dala og það sem að bæði yfir því að hvern myndur kjósa ef að þinn helsti kostur væri ekki í boði, líka svo er maður skoða bara aldur og stjórnmálaflokka og þá er Halla Tómasar skeinuhættari frambjóðandi fyrir Katrínu heldur en hinn 2, því að hinn 2 eru svolítið á svipuðum miðum eða svo má segja, þannig að
Komum sunnlenskum sveitum. Já, þannig að ef ég væri í kosningateimi Katrínar Jakobsdóttur, sem ég er ekki, að þá myndi ég óttast sko vöxt Höllu Tómasar mest. Já, dæmin hræða, ef svo má segja. Hún í síðustu könnun fyrir kosningar 2016, þá var hún með 18%, hafði farið úr 1% á einhverjum vikum. En hún fekk 28% í kosningunum. Sem hinn ekki að ná í könnunum. Það var 10% frávik frá síðustu könnun til kosningana, en það stafaði nokkuð örugglega ekki af því að könnunni væri vitlaus, heldur einfallega af því að kjósendur voru að skipta skoðun alveg fram á kjördag. Og við höfum gögnum það. Eða sem sagt ákveða. Taka endanlega ákvörðun. Maður á að segja taka endanlega ákvörðun. Eftir mikinn valkvíða í langan tíma. Þetta er bara sögulegt stökk. Já, henni. Algjörlega. Ég kann engin önnur dæmi svona, hvorki úr þingkosningun né forstakosningun. En það endurspeglar bara það að hún hefur staðið sig mjög vel í kosningabaráttunni. Mér finnst það mjög undarlegt að hún var með svona lítið fylgi upp af því, að því að maður sjá það strax á viðtölum við hana þar sem hún kemur fram að hún kann þetta sko. Hún nota þrautreind, hún er í ákveðinni svona, sem við segja Dale Carnegie rullu, en hún kann þá rullu rosalega vel. Ólíklegt til að gera mistök. Ólíklegt til að gera mistök og í rauninni hún leikur það, þá sitt hlutverk, það sem hún vill vera, hún leikur það mjög vel. Eða framkvæmir það, maður á kannski ekki að segja leikur, hún gerir það bara mjög vel. En kom kannski að þessu aftur eftir, að förum aðeins í utanlandsferð. Guðmundur, byrjum á Bandaríkjunum, það er kosið það líka. Já, það er betur. Og við skiljum ekki að hverju þessi mikla þjóð sé með þessa tvo frambjóðendur. Nei, það er aldrei sérstakt. Sko. Hún skilur hann ekki heldur sjálf. Nei, hún vill ekki þessa frambjóðendur en ef samt sem áður valið á til þess að etja kappi. Og það er auðvitað mjög sérkennilegt að Donald Trump skuli ekki það sem að hann er svona hluti þessari svona populista bylgju sem er að ganga yfir heiminn og við sjáum hér í Evrópu mjög víða og það er svona hluti þessu en bara maðurinn er svo skelfilegur að hann skuli hafa þetta fylgi að það einhvern veginn er öllum óskiljanlegt og ef maður hlustar á bandaríska stjórnmálaskýrendur sko og þá eru þeir allir sem ég hlusta á sem eru þetta kannski bara ákveðin hluti af stjórnmálaskýrendum í Bandaríkjunum en það er alveg sama hvort þeir eru republikanar eða demokratar eða eitthvað annað þeir allir eru bara skelfingu lostnir yfir þessu manni Biden ég á svona erfiðara með að skilja þú veist öðrum sem það er bara hann er svo gamall og frumur en Biden er bara flestu leiti venjulegur stjórnmálamaður en svona venjulega stjórnmálaskoðanir í bandarísku tilliti en Trump er á engan átt venjulegur, hann er bæði með alveg skelfilegar skoðanir og svo er hann líka bara skelfilegt eintak. Þetta er bara maður sem einhvern veginn ætti að vekja bara fulla fyrirlitningu hjá, en hann aðdánist líka, það eru stóru hópa manna sem álíta hann þessi Kristur endurborinn og hvernig það stendur, það er bara mjög erfitt að skýra það. Ég held að hluta til að það er og það er auðvitað líka með þessu populista í Evrópu. Það er, annars vegar er það ákveðin svona þreita á stjórnmálum og stjórnmálumennum sem að hafa sífellt verið að svíkja allt sem að þeir eru að lofa og hins vegar er þetta, og sem er aldrei merkilegt, er þetta ákveðin viðbrögð við þessari nýfrjálshyggju sem þú varst talað um áðan, sem að það skuli vera republikana skuli vera að skera upp þar af því það var nú þeir sem að ráku þá stefnu. En með Reagan og Thatcher sem að koma þessu öllu svona hjólubíla byrja að rúlla undir þeirra fórystu en það er alveg ljóst að fórnarlamb þeirra stefnu eru núna að gera uppreist. Mér finnst afskaplega undarlegt að velja Trump sem sinn talsmann en þannig er það bara og sem að repúblikaflokkurinn sem var áður sem sagt flokkur hinna ríku, flokkur auðmanna, flokkur valdamanna en núna orðin flokkur verkamannaflokkur og það er bara mjög sérstakt en það eru mjög margir af forystmönnum flokksins alveg afskaplega hissa og ég veit ekki alveg hvernig eiga að snúa sér í þessu held nema bara lýsi fyrir því að já, Trump er guð og hann allt sem að segja er rétt sem að hefðu fyrir 5 mínútur sagt að Trump var fíbl það er núna bara komið og segja Hvað er guð fíbl? Þetta, ef maður ætlar að einfalda þetta alveg rosalega mikið sko. Og þá er
byrjum með hérna Reagan og Thatcher og síðan fara sósíaldemókratar í alls konar búningum elta þá stefnu með þriðju leiðinni, New Labour og allt þetta. Og þar með einhvern veginn, það eru einhvern veginn svikin við vinnandi fólk, stærstu svikin í heimi og þá byrja sko sósíaldemókratar á Norðurlöndu líka að fara einkavæða og útvista og allt þetta og síðan núna þetta fólk sem sósíaldemókratar á miðjunni, þetta miðjusull sem allir í einhvern veginn og hérna og lítið hægt að skilja á milli að það einhvern veginn að segja kjósið okkur fyrir stöðuleikan og þeir sem vilja ekki stöðuleika og bara sjá ekki að þessi stöðuleiki sé eitthvað sem sko þegar lífsgæðin hafa farið þverrandi með hækkandi húsnæðiskostnaði og hérna cost of living crisis og hérna verðbólgu og allt það og laun sem hafa staði í stað, Ísland undantekning, launin hafa elt sko framleiðniaukningu á Íslandi, að því við erum með sterka verkfallshreyfingu, nánast allstaðar annars staðar hafa þau ekki haldið við framleiðniaukningu. Að sko þegar þessi miðjuöfl segja kjósi okkur að því að það stöðuleiki að þá segir fólk nei, ég vil ekki stöðuleika og þá kýsa eitthvað annað og hvað eitthvað annað? Það Trump og það hægri öfga fólk, það eru Svíþjóðardemókratarnir og það Dansk Folkeparti og hvað segjum við á Íslandi? Miðflokkurinn eða þriðjastærsti flokkurinn eins og staðan núna. Já. Þannig að sko þetta sko við þurfum ekki að vera hissa á sko þessari sveiflu þegar við erum ekki að bjóða upp á neitt annað. Við erum ekki að bjóða upp á einhverja framþróun í velferð. En svo aðrir flokkar sem að bjóða upp á breytingar eins og Framsóknarflokkurinn í Reykjavík, Obama, nú það verkamannaflokkurinn í Bretlandi sem ætlar að bjóða upp á breytingar en við vitum að þeir ætla ekki að breyta neinu og það ég held að samfylkingin segi hér að þeir vilja sko breytingar en einhverja umbyltingar sem að þýðir það að þeir ætla ekki að breyta neinu að ráði þannig að það eru líka sko flokkarnir í miðjunni sem eru eiginlega að bjóða upp á breytingar með loforðu að það muni ekkert breytast. Já sko með við þessa stefnu sem hafa verið gefnar út til dæmis að samfylkingun núna í aðdraganda kosninga, heilbrigðisstefnan og atvinnustefnan ég efast að það sé hægt að greina á milli þeirra og sjálfstæðisflokksins, skiljum við. Þetta svo mikið, sko, það verið að passa svo óbúslega mikið að stekki ekki neitt. Það komin svona hægra með þannig að þetta verður bara algjör flattneskja. Og fólk vill ekki flattnesku, svo allir rosa hissa á því hvað fólk hægt að hafa áhuga á stjórnmálum, en stjórnmálin eru bara Já, varðandi samfylkinguna og hennar gengi í skoðanakönnunum þessa dagana þá virðast nú margir íslensku kjósendur vera ánægðir með flatneskjuna. Það sama á verkamannaflokkurinn í Bretlandi, það eru 40% fylgi en það eins og ég vil alveg sagt það sama og Drífa að segja, það alltaf hægt að sjá munin á stefnunni sem þeir eru að boða og svona meðaltalsstefnu Íhaldsflokksins undanfarið 30 ár. Það hvort að það munur eða ekki munur fer nú svolítið eftir því hvaða gleraugum menn setja upp. Ef menn að skoða þetta frá sjónarhóli til dæmis róttækra vinstri sósíalista, þá náttúrulega engin munur á krötum og íhaldsmannum. Það eru bara tvær hliðar á sama peningnum, en það eru náttúrulega mjög margir og yfirgnæfandi meirihluti kjósenda sem ekki sammála vinstri sósíalistunum þetta. Þeir sjá einhvern mun þó að þeir sem að þeir á jöðrunum segi þetta allt sami grautur í sömu skál. Svona eins og Vilmundur sagði hérna fjórflokkin sko að þetta væru bara 4 deildir í sama flokknum sko. Hann fann upp þetta hugtak fjórflokkurinn og menn eru alltaf að tala illa miðjumóðið en samt sem áður það og það má vel vera rétt, efnislega rétt en við sjáum hins vegar ef við skoðum kosningar í flestum löndum að þá það yfirleitt þannig að miðjuflokkarnir eru þeir sem að vinna og þú þarft að vera á miðjunni til að vinna. Það eru stöku undantekningar þar sem að róttækur í rauninni hægri maður eða vinstri maður getur unnið en það ekki algengt. En miðjan hefur færst til undanfarið. Miðjan getur alltaf færst til. Sko, og miðjan hefur færst til hægri. Ég held að hann hafi færst aftur til vinstri. Það? Já, sko ég meina ef við skoðum þetta frá síðari heimsstyrjöld þá augljós sko að miðjan eftir síðustu heimsstyrjöldina hún fór töluvert til vinstri.
Það að segja hægri flokkarnir voru inn á keynesískum aðferðum. Þeir studdu velferðarkerfið, ekki eins mikið og kratarnir en sem sé með því. Síðan koma Reagan og Thatcher og í kjölfarið eins og þú varst að lýsa með Blair og þriðju leiðina, að þá færi smiðjan til hægri og krataflokkarnir fara til hægri og elta hitt. Síðan held ég hins vegar eftir bankahrunið, að þá sýnist mér að svona megin straumur í hagfræði hafi færst í þá áttina að hagfræðingarnir eru farnir að segja sko nýfrjálshyggjan hún stenst ekki. Kennisetningar nýfrjálshyggjunar þær hafa reynst rangar og erkidæmið þetta þegar Liz Truss var kosin formaður íhaldsflokksins og hún var kosin af því að félagsmenn í flokknum, þingflokkurinn vildi hann ekki. Þeir vildu Sunak. En valið stóðum milli Sunaks og Liz Truss og gömlu kallarnir sem eru stærsti hópurinn í meðlimahópi íhaldsflokksins, þeir kusu Liz Truss. Af hverju kusuðu Liz Truss? Vegna þess að hún var bæði svona harðskeittur þjóðerni sinni, gott ef ekki bara heimsvalda sinni í 19. aldar skilningi og síðan var hún hörð nýfrjálshyggjumanneska sem lofaði skattalækkunum og hélt trúði á Laffer-kúrfuna. Það að segja ef þú lækkaði skatta nógu mikið þá myndi hagvöxturinn verða svo rosalega mikið að það myndi bara bjarga öllum málum. En hvað gerist þegar að Liz Truss verður forsætisráðherra? Hún framkvæmir það sem hún hafi lofað. Hvernig var því tekið? Fylgi íhaldsflokksins hrundi. Allir sögðu að hennar tillögur í svokallaðu mini-budget myndu leiða til skelfilegra afleiðinga og það voru margir í hennar eigin flokki sem að sögðu það og hún auðvitað hraktist úr embætti eftir einhverja 50 daga og síðan þar á undan hafði að vísu verkamannaflokkurinn verið með forskot á íhaldsflokkin í árið 1,5 ár undir Boris Johnson en það var munur upp á 5-10%. Þegar að Liz Truss kemur þá hrynur fylgi íhaldsflokkins niður í 20-25% og munurinn á verkamannaflokknum og íhaldsflokknum verður 20% eða meira sem fáheyrt í breskum stjórnmálum og þetta hefur haldist síðan alveg líka undir Sunak. En Óli, þótt að hagfræðingar út í heimi því miður ekki hér og meiri segja markaðurinn í City of London hafi átt að segja að nýfrjálshyggjan dauð að það hefur ekki valdið því að kjósendur eða við sem að sjá stjórnmálinn í Evrópu færast til vinstri. Þetta móti erum við að sjá kosningasigra þeirra hægri, ysta hægri sem að Drífa vera vitna til í Hollandi, í Svíþjóð, í Finnlandi, í Ítalíu og við erum bara að sjá gríðarlega últra hægri bylgju og ástæðan fyrir því að ég segi að sem ég ósammála þér Ólafur að miðjan sé ekki að ferast eftir til vinstri og ég fylgist með því hvenær ætlar sósíaldemókratarnir og jafnvel vinstriflokkar að segja við ætlum að banna arðgreiðslur úr velferðarkerfinu. Það er svona eitt mjög skýr barómeter á það, þú veist, erum við vinstri fólk eða ekki. Og sósíaldemókratar allstar hafa átt bara mjög erfitt með þetta og þetta fyrir 5 ári síðan þótt þetta argasti kommunismi að lýsa þessu yfir. Það er svona eitthvað aðeins byrjað að mildast en við erum ekkert komið þangað ennþá. Þannig að á meðan við erum ekki komið þangað þá hefur fólk ekkert sérlega mikið val og þú veist miðjan bara einhvers staðar langt. Þetta er stjórnlu hugmynd, þetta er hugmynd það að við sem að skattleggja almenning til þess að greiða hinnum ríku arð út úr kerfinu okkar. Guðmundur ef við skoðum sem sagt ég held að stjórnmálinn snúist nefnilega ekki svo mjög, ég held að snúist miklu frekar þetta sem kom hérna fram áðan að það verður að kjósa fólk sem segist alltaf að rífa kerfi upp og henda því miklu frekar heldur nú hvað þeir ætla að gera. Trump var forseti í 4 ár og hvað gerði Trump? Það eina sem Trump gerði kom í gegn var það að lækka skatta á auðmenn. Ég meina það var eina frumvarpið sem að einhver máli skipti sem hann tókst að komast í gegn og sem væri fellt af dómstólum og svo framvegis.
Þannig að menn vita það alveg að Trump kemur ekki til með að auka jafnrétti í Bandaríkjunum. Hann kemur ekki til með að undir hans stjórn verður ekki snúið einhverju frjálshyggju. Ég meina, það gerist ekki. Hversnig menn þá að kjósa? Og ég held að segja, það er þetta, hann segist alltaf að hreinsa kerfið sem hann kemur auðvitað alls ekki til með að gera því að hann bara getur það ekki, hvort hann vildi eða vildi ekki í fyrsta lagi, og hins vegar það er komið, og það er held ég í Bandaríkjunum minnskosti, er það mjög sterkt og mjög sem sagt svona atriði sem að skipti miklu máli, að það er það að vinstrið er hægt að vera vinstri svo mjög í svona efnahagslegum skilningi, miklu frekar í svona einhverjum menningalegum skilningi, og það er bara ákveðið sem sagt svona orðræða hjá menntuðu fólki sem að telst til vinstri sem fara við ofboðslegu taugaáhrif af mjög mörgum og kalla vók og hvað er allt eftir því, og þetta skiptir alveg gríðarlega miklu máli þegar fólk kemur til með að kjósa. Ofta tíðum, ég meina það er bláfátækt fólk sem er að kjósa Trump, jafnvel þó að all hans pólitík, allt það sem hann er staðið fyrir stríði gegn þeirra hagsmunum, en vegna þess að hann er í stríði við þetta menningarlegu stríði við þetta vóklið, að þá er það tilbúið að kjósa hana og þess að hann segist alltaf að rífa upp kerfi, og það sem hann hefur gert er raunverulega að snúa stórum hluta kerfisins undir sig, alveg republikanar hluti kerfisins, hann er bara hans svona potentatar. Keisaradæmi. Já, en það kemur hann ekki til með að breyta neinu í efnahagskerfi Bandaríkjanna, það er alveg ljóst. Og síðan er annar málu, ekki bara vók í menninglegu tilliti, svo er það innflytjendur. Það er alveg eitthvað sem gengur yfir allt saman. Og það ég hef oft sagt að það er mjög auðvelt fyrir mig sem að starfa sem háskólakennari, það sem að kennt er á íslensku, það er ekkert óbærslega mikið samkeppni mitt starf. Það er kannski miklu skiljanlegra að þeir sem eru verulegri samkeppni störfin sem að þýðir það að það þrýsti að laununum niður, sjáum til þess iðnamenn á Íslandi, hvernig þeirra kjör í samaburði við fólk eins og mig, hvernig það hefa breyst. Ég hugsa að mín kjör miðað við iðnamenn séu mun betri núna heldur voru fyrir 20 árum síðan. Og það er þrýstingur vegna þessa, og þetta veldur ónægju og við þurfum að bara horfast í augu við hann og vinna með hann og að reyna og sannfæra fólk það að það er okkur allra hagur að hér getur fólk flust inn í landið og fengi hér störf og unnið, en við erum að skilja svolítið líka hvernig fólk tekur ákvarðanir og hvernig af hverju er fólkið svona óbóðslega hrætt við innflytjendur. Það þýr ekkert að segja bara þetta er bara fasismi og heimska, sko. Það er eitthvað þannig sem að stjórnmálamenn eins og Trump eru að vinna með og nota sér, og þannig að, já, og ég held að þetta sé alveg gríðarlega stór hluti, en það sem auðvitað vekur manni svona ákveðna vonir er það að núna í kosningunum í Bretlandi þá virðast svona hægriöflin eiga undir högg að sækja, og það vegna þess að menn eru búin að hafa þessu lengi, sko. Ég er alveg samfærum það að Gert Wilders búin að vera í stjórn svolítið, þó ef svona, hvað verið í stjórn, ekki stjórnar, ef við stjórnar taumana og Svíþjóðardemókratarnir í svolítið tíma, þá sér fólk að þetta fyrsta lagi þau komir ekki til með að breyta neinu, og er ofta tíðum bara alveg afskaplega slaki stjórnundur, og þá kannski sveiflast pendúlir aftur. Gallið við Svíþjóðardemókratarna, þeir eru ekki stjórn, þeir eru að styðja minnihlutastjórn. Og stýra henni í tillinum ára, þá stýra þeir henni bara. Já, gera það. En svo að þú nefnir þetta, að í Danmörku þá hefur þetta gerst, að þjóðarflokkurinn hefur mist fylgi sitt. En hins vegar fer ekki stefna þeirra, sko. Hún dreifist þannig hún sigraði þótt að flokksbatterið hafi mistekist. En að því að þú lýsa þessu með innflytjendurnar og andúðina, og við erum með vinnumarkaðssérfræðing, þú lærið það, Drífa, það ekki? Jú, eitthvað, já. Við erum náttúrulega hér með vinnumarkað sem kallar á innflutninga á vinnuafli í þúsundavís á hverju einasta ári. Og svo erum við með stjórnmál sem að kenna okkur að hatast út í þetta fólk, að þetta fólk eigi ekki að hafa sömu réttind og við að sé að taka af okkur eitthvað. Erum við ekki bara, vinnumarkaðurinn ekki að búa hér til eitthvað stórkostlegt vandamál?
Þetta náttúrulega svolítið merkilegt að því að sko lífskeiði okkar hérna við þetta borð byggist á því að við erum með fólk að utan. Það bara þannig og við erum með fólk að utan sem hefur verið að sjá foreldra okkar og börn og hérna þrífa og bara halda þessu samfélagi gangandi. Þannig að það svolítið merkilegt hvað að gerast á Íslandi, eitthvað svona útlendinga andúð, eitthvað svona óskilgreindur ótti við útlendinga. Þetta ávið öll lönd sem þú segja. Bandaríki funkar ekki án innflytjenda eða Bretland eða Svíþjóð. En sko ef við tökum Ísland sérstaklega að þá náttúrulega sko það miklu hærra hlutfall vinnandi fólks meðal útlendinga heldur en Íslendinga. Skiljiði, fólk kemur hingað til þess að vinna. Við höfum ekki verið mjög mikið að taka á móti hælisleitendur, kvótaflótta fólki og svo framvegis eins og til dæmis Svíþjóð sem hefur sko opnað dyrnar. Þegar ég alast upp í Svíþjóð sem barn, þá voru það fólk frá Suður-Ameríku. Síðan kemur fólk frá Balkanskaga, síðan koma Sómalitir og síðan koma Sýrlendingar, skilur þeir hafa alltaf opnað dyrna fyrir hérna fólki þegar hefur verið krísa í heiminum og það hefur gengið ágætlega yfirleitt en svona stundum svolítið brösulega. En við náttúrulega sjáum þetta sem Íslendingar bara, við sjáum þess merki í okkar samfélagi að það hefur orðið sprengi hérna innflytjendum og svo hérna það svolítið erfitt með þessa umræðu því að sko svo hefur verið að tala að hælisleitendakerfi, við heyrum núna stjórnmálamenn tala stöðugt kostnað við hælisleitendur. Hvað haldið þið að það hefur kostað að flytja 3 mannsins fórnarlömb til Nígeríu? Það hluti af kostnaðinu við hælisleitendur, skilur við, og sem vildi bara koma hingað til að vinna. Og stórhluti kostnaðinu vegna þess að það fær ekki að vinna, sko. Það fær ekki að vinna, já, nákvæmlega, og alveg þessar 7.000 krónur sem það fengu á viku til að lifa af, sko. Þannig að einhver leiti verið að flytja inn orðræðu, og við höfum oft séð það á Íslandi, að það verið að flytja inn einhver orðræðu sem á sér stað í löndunum í kringum okkur. Og svo einhvern veginn finnst mér þegar sko stjórnmálumenn ætla að fara að stökkva hann á vagn, þú veist, Sjálfstæðisflokkur núna með þetta útlendingafrumvarp með samþykki VG og Framsóknar, að þegar þú sko færir inn pólitísku mörk eitthvað í átt einhver útlendingandúð, þá þú bara að gefa rasismannum innan kerfisins lausan tauminn. Það bara embættismenn sem eru farnir að taka einhverja ákvarðanir sem þeir hefðu aldrei tekið fyrir 2 árum síðan. Þannig að bara, þú veist, ég bara orðið svo skýrt vitni að þessu. Og núna bara eitthvað svona race to the bottom í íslenskri pólitík. Hver ætlar að ná í þetta fylgi? Og þá bæði verið að búa þetta fylgi til með ótta, með sko fyrirsögnum blaðana að hér eru hælisleitendur að fremja einhverja glæpi umfram einhverja aðra hópa og bara heim pólitíska umræða, þannig að það verið að búa til kjósendahóp og svo að ná í þennan kjósendahóp og búa til ótta sem ég held að sé hérna allt og víktur. Og við sjáum þetta sko að umræðan snýst bara hælisleitendur þó að þessu bara lítið brot af innflytjum í Íslandi að hérna langstærsti hluti og fer fækkandi sem að kemst ekki inn í umræðina það upp í þetta sé orðið 50% fækkur færri í ár heldur en í fyrra samt eru stjórnmálamenn tala stjórnleysi á landamærum. Það var rosalega aukning á tíma annars vegar út af Úkraínumönnum og hins vegar út af hérna Venezuela sem búið að stoppa. Þannig að það var eiginlega engin fjölgun í þessum undirliggjandi fjölda því að horfum bara staðrendir. Það nú ekki óbúslega margir hælisleitendur heiminn sem hafa neitt sérstaklega mikinn áhuga á að koma til Íslands. Það ekkert sérstaklega auðvelt. Sko. Þeir sem að fengu hæli hér 2023 voru komnir niður fyrir 500. Það nú öll ósköp. Þannig að deilan virði standa vegna þess að það segist enginn vera á móti megin breytingin auðvitað varðandi innflytjendur eru þessi 90% sem koma hingað fyrst og fremst bara til að vinna. Og það rosaleg breyting. Þetta var 6% af erlendu bergi broti 1996, núna einhver 26%, af því eru fyrstu kynslóð innflytjenda skori rétt innan við 20 og þetta auðvitað grundvallar breyting á íslensku samfélagi og það verður auðvitað að takast á við það. En
það í sjálfu sér enginn í pólitík nema hugsanlega einhverjir í miðflokknum sem eru að amast við þessu vegna þess að menn átta sig alveg á því að hérna við gætum ekki rekið íslenskt atvinnulíf að ferðamannaðinaðinn eða velferðarkerfið án þessa fólks sko. Þannig að menn eru bara í rauninni að tala hælisleitendurna. Er ekki háskólan sko? Við getum ekki háskólan, það eitthvað að skúra hjá okkur og selja sjálfsögðu og hérna, en síðan fer umræðan á þessa hælisleitendur sem að bara auðvitað, sko, þetta var náttúrulega sjálfskapavíti ef menn vilja nota það orð með Venesúelamennina, það var skilgreining stjórnvalda og svo það náttúrulega líka val hérna, fyrir ekki að ég sagði innan við 500 áðan, það voru innan við 500 frá öðrum löndum heldur en Úkraínu. Þeir voru náttúrulega í heild miklu fleiri vegna þess að við tókum við öllum Úkrænumannum. En það líka pólitísk ákvörðun stjórnvalda, þannig að það sem ég var að segja í rauninni að fjöldi flóttamanna utan Úkraínu, að hann svona rosalega lár eftir að Venesúelamennirnir voru teknir út. Ég held að sem vonda við umræðina og það hryllilega við þessu umræði sem við erum að horfa fram í, ég held að það sé innflytjenda vandi á Íslandi sem snýst ekki innflytjendur heldur hvernig við búum til kerfi þannig að þeir sem að setjast þér að og vilja að veljendu bergi að þeir lokist ekki af einhvers staðar út í hornum, hafi ekki tækifæri, hafi ekki þá njóta ekki þeirra velferðarþjónustu sem þeir eiga að njóta. Við erum ekki, og þeirra skólaþjónustu sem þeir eiga að njóta, við erum ekki að tala um það. Að það það sem við eigum að vera að tala um. Því það getur orðið vandi þeirra upp í staði að við myndum hér, að það myndist hér og við myndum á vissan hátt lágstjætt sem skilgreind ekki út af húðlit heldur út af menningarlegum bakgrunni. Það skelfilega vond og ég held að það sé vandamál en við höfum ekki að tala um það. Við höfum reyndar rætt að hérna við rauðaborðið, við erum með sirpu hérna Efra-Breiðholt og Fellaskólan og eitthvað fleira. Það bara frábært En nú eru kosningar í Bretlandi, haldið að innflytjendamál íhaldsflokknum takist að láta kosningarna snúast um það? Hann vill gera það en hins vegar ég ekki viss að það gangi neitt. Í rauninni sko þeir hafa hamast gegn innflytjendum íhaldið en í þeirra stjórnartíð hefur löglegum innflytjendum stórlega fjölgað. Það hefur að vísu þeim hefur aðeins fækkað núna upp á síðkastið en það ekkert sem máli skiptir. Hins vegar hefur mest verið rætt þar svokallað bátafólk, fátækt fólk sem að koma ólöglega á bátum yfir Ermasundið og þeir hafa sérstaklega talað að hérna komi veg fyrir það en þeim hefur bara fjölgað síðust árin. Aldrei verið fleiri heldur en núna og síðan þeir voru þarna með ráðstafanir til að fara að senda þetta bátafólk til Rúanda sem að mörgum fannst mjög ómannúðlegt og voru var talið ólöglegt sko en þeir létu þingið samþykkja eitthvað til þess að gera þetta löglegt en jafnvel þó þau gerðu það þá hef ég nú mjög miklar efasemdir það að þó að þú farir að senda einhverja flóttamenn til Rúanda þá muni þetta hugsað sem deterrence eða að það að fæla sem fátækt fólk sem í Frakklandi að koma ólöglega til Englands. Ég haf mjög erfitt með að trúa því að þetta verði einhver virk fæling. En ég ekki viss að sko innflytjendamálin verði neitt aðalmál sko. Það virðast vera fyrst og fremst efnahagsmálin sem að skipta máli, það að segja að þessi cost of living crisis sem þú nefndir áðan að það fær fólk til að flykkjast til verkamannaflokksins en það líka mjög athyglisvert í bresku pólitíkinni að þar nýr flokkur Reform sem eiginlega framhald af UKIP og Brexit flokknum það flokkur, þar eru hörðustu íhaldsmennirnir í tvennum skilningi. Það að segja annars vegar eru þetta harðir nýfrjálshyggjumenn, miklu harðari heldur en sko miðjuhlutin í þingflokki íhaldsflokksins og hins vegar eru þetta últra þjóðernissinnar og þeir eru í rauninni svipaðir eins og hægri armurinn í breska íhaldsflokknum þar sem að hann til dæmis þar sem að sko ýmsir eru bara þannig að þeir minna mann á 19. aldar íhaldsmenn, heimsvaldarstefna og frjálshyggja. En þessi hópur
sem þarna á sömu slóðum og ysta hægrið í Íhaldsflokknum, hann hatast alveg sérstaklega við Íhaldsflokkin og í aukakosningum sem hafa verið og verkamannaflokkurinn hefur fengið unnið glæsilega, að þar sá ég það að talsmenn sem sé Brexit, þeir voru bara að hella sér yfir íhaldsmenn fyrir svikin. Þeir hölluðu ekki orði á verkamannaflokkin og það virðist náttúrulega allt benda bara til þess að íhaldsflokkurinn hann sem sé núna að mælast með að meðaltali 23%, meðan að verkamannaflokkurinn að mælast með 43%. Hins vegar kosningakerfið í Breitlandi þannig að það fer alveg eftir því hvernig atkvæðin dreifast, hvernig þetta kemur út fyrir þingkosningar. Sko, við bestu aðstæður fyrir verkamannaflokkin, þá gætu þessar tölur þýtt að íhaldsflokknum verði nánast útrýmt. Hann fengi kannski innan við 100 sæti, jafnvel minna. En við bestu kringumstæðu, bestu dreifingu, þá gætu þessar tölur líka leitt til þess að verkamannaflokkurinn fengi ekki hreinan meirihluta. Svona nú bara kosningakerfið í Breitlandi og það enda líka mjög skemmtilegt sem ég fannst mér að með frjálslynda að þeir voru held ég í síðustu kosningu með svona 11% eitthvað svoleiðis og fengur 10 þingmenn. Núna, eins og þetta stendur núna, fengur þeir kannski 9%, töpuðu 2% en fengur 40 þingmenn. Og það vegna þess að hérna í mjög mörgum kjördæmum þá eru þeir helst í keppinautur íhaldsflokksins og ef að íhaldsflokkurinn að hrynja að þá hérna eiga frjálslyndir möguleika á að vinna íhaldið í þessum kjördæmum og þá kemur auðvitað til viðbót og það sem við vorum að tala áðan, taktíska kosningu sem að á við hér í forsetakosningum á Íslandi. Hún á líka við í Breitlandi vegna þess að það bara einn kosin í hverju kjördæmi og í þessum kjördæmum náttúrulega tilhneiging hjá þeim sem styðja verkamannaflokkin þar sem hann vonlaus að auðvitað færa þessi yfir á sjálfstynda. Þannig að það er megin línunar. Það eru hræðslubandaleg, já, hræðslubandaleg if you like. En hérna í vikunni þá veldi EFTA-dómstóllinn finnur að lánaskilmálum hjá okkur sem skiptir verulega miklu máli. Hvaða vægi hefur hann? Hér, verðum við að fara að vitið það? Verðum við að fara að vilja? Ég átta mig ekki alveg á afleiðingum þessa dóms. Nei. Ég verð bara að segja það. Smári, ertu búin að tala um hverju sérfræðingum um þetta? Þetta bara... Þið verður að fá Ásgeir Brynjaringa. Þetta er ekki úrskurður, þetta er álit. Já. Og íslensku dómstólum þau eiga að taka tillit til þess, en þau þurfi ekki að dæma eftir þessu. Þetta er ekki svona yfir dómstól. Og vanalega þá hafa íslenski dómstólar verið mjög tregir til þess að dæma það sem eru miklir hagsmunir undir. Þetta eru 30 milljarðar sem eru teknir út úr bankakerfinu sem að bankakerfinu þau alltaf ekki munna neitt og færa það einum skuldpínda almenningi. En svona í gegnum tíðina það er náttúrulega dómurinn þarna eftir hrun ólögmæti erlendulánana, myntlánana. Það minnir á það svolítið. Já, það gæti verið þannig. Þetta er náttúrulega það sem skiptir eiginlega öllu máli í afkomu fólks þessa dagana. Það eru þessi breytilegu vextir þegar lánabyrðin kannski að fara úr 200.000 í 500.000 í einu vetfangi þegar hætti að vera með fasta vextir. Já, það er svo loðið orðalag að svona venjulegt fólk getur ekki skilið þetta. Já, en það er eitt sem er alveg ljóst að bankakerfi á Íslandi ætlar að láta hartmæta hörðu. Það er alveg ljóst með yfirlýsingar bankana eftir að þessi úrskurður féll. Það sem úrskurðin er það að þó svo að sé hægt að skilja þetta sé málfræðilega rétt og lögfræðilega rétt, þá verður að skrifa þetta þannig að venjulegt fólk geti skilið þetta. Það finnst EFTA-dómstólu vera gott en kannski ekki okkur. Við erum til þess með stjórnarskrá sem ekki hægt að skilja. Við erum alls konar hluti sem ekki hægt að skilja. Þannig er svo miklu hagsmunir bara einstaklinga undir. Fólk sem að kikna undan Þetta sjónarmið eftir að hafa hlustað á íslenska lögfræðinga alla mína tíð
að þá leggja þeir ekkert sérstaklega mikið upp úr því að sko lántakinn verði að skilja þetta. Þetta verður orða með þeim hætti að venjulegt fólk geti skilið þetta. Mér finnst það ganga miklu meira út á það að þú hefðir átt að skilja þetta og það er ekkert að þessu eins og þetta og þú ert bara að fá þig lögfræðing til þess að skilja þetta og skilur þetta ekki. Þannig að þetta sjónarmið að þetta sé næstu því eins og svona upplýsingaskylda þeirra sem er að veita lán, sem er náttúrulega í sterkri stöðu, gagnvart þeim sem er í veikri stöðu. Mér finnst þetta ekki vera svona gegnumgangandi í íslensku lögfræðingi, því miður. Það var ekki komið tími til þess. Það var nú með þennan dóm sem að fjall út af gengislánunum, sko. Þá svona misti nú heila trúa þessu óskaplega vitringum sem voru í bönkunum að þetta var svo augljóst að maður lasta að þetta voru ólögleg lán. Ég menna lögin bara sögðu það, en þeir samt dældur út peningunum svona og Já, þið hingirðu það var eitthvað eins bara stemming, sko. Já, og þú þetta ekki bara að lesa þau lög sem voru sett, þá var þetta augljóslega ekki í lagi. Nei. Þannig að það er nú það sem að lögfræðingar eiga nú kannski að gera í bönkunum, að það nú að reyna að gera hlutina þannig að þeim verði ekki teknir í bólinu og núna bara þeim, eins og segir, kannski er þeim alveg sama því að vita það að dómstólarnir munu aldrei þora að vinna gegn þessu. En ég held að þetta er auðvitað það sem er stóra vandamálið efnahagslega. Þannig í Bandaríkjunum til dæmis þá þetta það stóra máli sem ég meina verðbólgan er lítil þar orðin og laun hafa hækkað en eins og eru vextir opaslega háir. Og það kemur alveg inn í bæði þá sem eru að kaupa húsnæði líka að leigja húsnæði. Þannig að þetta fólk á bara mjög erfitt og þannig er þetta hér. Þið sjáið það er til nóg af íbúðum. Það bara fólk getur ekki keypt þar því það eru svo dýrar. Það er ekki alveg nóg íbúðum og þeir sem að kaupa eru þeir sem eiga íbúði fyrir, annað gott fyrirtæki eða einstaklingar. Það er sáralítið íbúðum sem er að koma inn á markaðinn sem að fara til svona þeirra sem eiga svona fjölskyldu íbúðir. Við erum að fara, ef ykkur heldur að hér sé sko séreignarstefna sem að var vist ykkur Íslendinga trúðu að væri, og hún hefur ekki verið í gildi hérna síðan 2004. Hægt og bítandi hefur verið að taka yfir eitthvað sem getur bara leiguliðastefna. Ég held að þetta er svolítið vitlaus það sem gerist er að foreldrar er að kaupa íbúður með börnunum sínum. Þannig að það kemur í statistíkinni þannig að fólk er að kaupa aðra íbúð. Ég held að sé ekki alveg rétt af því að þetta er leiðin sem foreldrar hafa í dag til þess að hjálpa börnunum sínum að koma í eigahúsnæði. Það er að segja að kaupa 20%, 50% með börnunum sínum eða eitthvað svoleiðis. Þannig að það er eitthvað skekkja í statistíkinni, sko. Að ég hef eins og verið mjög hugsið við því, sko, að það hafi ekki lækkað vextir hérna á Íslandi í kjölfar kjarasamninga sem var nú yfirlýst markmið kjarasamninga og þetta voru mjög hófsamir kjarasamningar og ég held að einhver leyti hafa þeir verið of hófsamir af því að, sko, það sem fer í gang við svona kjarasamningar sem eru bara, sko, langt undir verðbólgu og langt undir því sem fólk þarf að halda til að halda í við, lífsgæði á verðbólgutímum að fólk sem er í þannig störfum að það getur heimt skaðan af verðbólgunni, það gerir það. Þannig að sko fólk sem er á taxtalaunum, það fær ofsalega hófsamar hækkanir, en þeir sem eru í færi til að sækja umfram hækkanir, það gerir það. Þannig að það gliðnar á milli og þá verður sko launaskrið hjá milli og efri millistétt en hinir sitja eftir. Þannig að ég held að einhver leyti, og þetta er bara kenning sem ég hef í mínum maga, að út af hófsunum kjarasamningum að þá var ekki færi til að lækka vexti. Af því að það fór aðri kraftar í gang. En svo er annað líka sem að gerast að með hlutdeildarlánin, að Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, hún á ekki aur og hún getur ekki afgreitt fleiri hlutdeildarlán því að peningur sem átt að duða, hann er farinn, eftirspurnin er það mikið allavega, eða peningarnir er alltaf fáir, sko. En þarna er eitt líka sem að kemur að það sem er hlutdeildarlán og það sem er ríkir eru kannski ekki að kaupa, þeir eru ekki að kaupa með hlutdeildarláni, en það fyrir þau sem að vest standa, en þá er bara ríkisstofnunin bara blönk og því miður, það er ekki bara verið að vísa þetta frá sér. En við höfum alltaf verið með húsnæðisstuðning á Íslandi. Skilur við þurfum að halda því áfram. Það er ekki peningar á bakvið þetta. Nei, ég veit það, en þú veist, við þurfum að gera okkur grein fyrir þessi samfélagi, við þurfum að vera með húsnæðisstuðning. Það er hvergi gerst í veröldinni að fólk með miðlungstekjur og þar fyrir neðan hafi eignast húsnæði án opinbers stuðnings. Það er aldrei í veröldinni og þessi hugmyndum að markaðurinn leysi þetta, það er bara enginn sem að trúir þessu. Þú tekur undir þetta?
Ég heyri það. Já, sko, eins og ég segi, sko, ég held að það sem að gerast núna það að húsnæðismarkaðurinn margan átt frosina því að fólk bara getur ekki stað undir, sko, venjulegt fólk stendur ekki undir þessu lánum ef þú vilt að kaupa þessu húsnæði á þessu lánum. Það eru fullt af tómum íbúðum, ég veit að bara ég bý í húsi það sem meirinn helmingun íbúðum virðist ekkert alltaf seljast. Það er raunvextirnir á venjulegu húsnæðisláni í dag, þótt að sé verðtryggt, sé ekki svona 6+%? Já, sko, ég bara fór að reikna því að hvað ég þyrfti að borga ef ég var mjög góður í stöðu, sko, en ég fór að reikna hvað maður ætti að borga, maður tækir svo verulega hluti að þessu að láni sem, það voru sko 600-700.000 og það var bara helmingurinn að verðinu, sko, og hvað þurfa fólk með laun eða það er að borga 600-700.000 krónur á mánuði. Bara í það? Þannig að þetta er bara ekkert hægt. Nei. Og þetta verður að koma til stuðningur, annars nema fólk fara á göttuna. Það er ekkert annað í boði. Þannig hefur alltaf verið, sko, það hefur verið í Skandinavíu voru svona opinberir sjóðir svipað og íbúðalánasjóður átt að vera þarna áður að var lagður niður sem að niðurgreiddu vexti. Það er húsnæðisuppbyggingin í Danmörku var byggð á svona sjóðum sem að voru reyndar að stærstu leyti notað til þess að byggja upp leiguíbúðir sem er í sjálfseignarstofnunum sem að leigja sko íbúður á kostnaðarverði. Þetta er allstað að verið svona að það hefur verið gerðar einhverjar sko aðgerðir en þess að venjulegt fólk á miðlungstekjum og þar fyrir neðan, það getur ekki eignast húsnæði ef það á að eignast húsnæði á fasteignamarkaði sem að sveiflast eftir einhverju markaðsvirði og það sem að lánin vextinni sveiflast líka, það er bara þú getur kannski lagt af stað yfir ána sko með vatnið hérna en þú drukknar á leiðinni, það er bara einn þannig og við erum með þá stefnu að við ætlum bara að láta fólki drukkna á leiðinni. Já, og það er líka sem sagt, það var öryggið í verðtryggðulánunum, þú vissir alveg nákvæmlega og þau bara, borgar það lekka ekki neitt en þú vissir þú alltaf til dæmis í hruninu ef að menn hefði verið þá með lán þar sem vextinni sveiflust með markanum og þá hefði helmingurinn íbúðarkaupum. Þú farið á hausinn bara? Beint á hausinn og ef helmingur íbúðarkaupum fer á hausinn þá er þetta kerfið runið. Þetta er svo líka... Fólk misti líka húsnæði með verðtryggðu lánum vegna þess að það er svo mikil greiðslubyrðin í 40 ár að þú mátt ekki fá ein veikindi, þú mátt ekki fá eitt efnaðshrun, þú mátt ekki missa vinnuna, að þá missur þetta. Og það er náttúrulega ekki hægt að hafa svoleiðis kerfi í kringum hvort að fólk eigi heimilið. Sko ég keypti mína fyrstu íbúð og það var á tímum húsnæðisbrefanna hennar Jóhannu, sko, og þetta var ekki, við vorum alls ekki hátekju fólk, sko, fjarið því, með námslán og allt svona á bakinu. Þetta gekk bara ágætlega. Já, ég segi það sama, ég átti ekki krónu með gatið þegar ég kaupi mína fyrstu íbúð og ég fekk engan stuðning frá fjölskyldu eða neinu slíku, það voru engi peningar neinstar í sjónmáli en einhvern veginn klöfið það. Já, sama. Það tók auka lífeyrislán upp á húsnæðisbréfin. Þá skellti þér á verðtryggingunni. Ég er búin að vera með hana með mér alveg frá því getið mína fyrst íbúð. Ég held að það sé ekki bara möguleiki í dag fyrir ungt fólk að fara út á eignamarkaðinn án þess að vera með. Nei, og það kemst ekki inn á hana því að það fari ekki einu svona greiðslumat, sko. Nei, svo það líka. Er ekki út á leigumarkað þar sem er algjörlega ótamin markaður þar sem að þeir sem að vilja okra mega bara gera það. Og þú þarft ekki neitt greiðslumat til þess að þú getur ekki greitt leiguna þú gera það samt, eða þú fær samt að leigja Nú líður að lokum. Hérna í upphafi þá spurði ég ykkur hver haldið verið forseti eftir viku, eða kjöri forseti eftir viku. En þá er önnur spurning úr svona pólitíkinni, mun Bjarkey leyfa hvalveiðar? Sko, þetta virðist alltaf að vera þannig, hún ætla að draga þetta svo lengi að það verður ekki hægt að veiða hvalinn, sko, því að það verður liðum lok. Það kannski þetta pólitískt, hún getur hvoru að niðurstöðuna komið með fyrir forsetakosningar án þess að skaða Katrínu Jakobsdóttur. Það er kannski hugsanlegt, sko, en ég held að þetta er ekki bara Katrín heldur líka, þetta er það flokkurinn líka, sko, ég meina þetta er ekki til að afla, hefur ekki orðið til þess að afla Vinstri-græn fylgis að leyfa hvalveiðar, þannig en mér svona sýnist það hvað þetta hefur tekið langa tíma, það sé svona strategían Það teitir einhverjum í Sjálfstæðisflokknum. Já, ég meina. Hún muni leyfa. Já, sko, ef hún leyfir þá verður það sjálfsagt svo seint að enda Kristján Loftsson búin að lýsa það yfir að tími sér liðin, að hann hafi ekki tíma til þess að koma svo stað, sko. En þetta er hins vegar alveg stórkostlega sérkilegt mál, sko. Að menn skuli snúast smámál, sko, sem að. Já, sem sagt, bara talsum stórt pólitískt mál, en það sem að hvalveiðar skipta í sjálf engu máli, sko. Þetta er fullkomlega óarðbær atvinnurekstur
að banna þetta eða menn ekki að fara standa í þessari vitleysu en já, það er... Hvað segir þín? Þetta spennandi pólitískt mál. Já, þetta það og ég held að Jafnvel ríkisstjórnin lifi... Mér fannst mjög hressandi þegar Svandís kom með hennar úrskurð ég að það rennu blóðið í VG. Dásamlegt. Það er verið að taka einhver svona hugmyndafræðilega afstöðu sko, sem þetta var held ég og öðrum fremur. Hvort að flokkun í standi til þess að gera það núna, ég veit ekki. Mér finnst það ekkert sérlega líklegt. Ég hugsa verði, ef að þetta verður bannað þá slitna stjórnin og það... Springur stjórnin? Já, ég held það. Og það er kannski bara... Hvað segir stjórnmálafræðingur við? Já, það kemur alveg til greina að stjórnin springi. Ég veit ekkert hvað hún Bjarkey ætlar að gera, en sko menn hafa nú verið að velta því fyrir sér núna eins og staðan og VG í þessari með þetta rosalega litla fylgi að menn spyrja sko hvað getur VG gert til þess að reyna að hífa fylgið upp, ekkert endilega rosalega mikið, bara komast í 6, 7, 8% þannig að menn séu örugglega vel yfir 5 og ekki í útrýmingarhættu og ein leið náttúrulega sú leið sem við sjáum náttúrulega líka sko á sko andstöðunni við Katrínu í forsetakosningunum að mjög margir vinstrimenn eru mjög óanaðir með þessa stjórnarþáttöku VG og hvað getur VG gert? Í rauninni ég hefur litið svo á að það sem væri helsta ráð þeirra frekar heldur en endilega að sitja út til loka kjörtímabilsins væri að reyna að koma sér upp aðeins meiri svona gamla prófílnum að þeir séu svona klár vinstri flokkur, þeir séu tilbúni til að ganga á hólm við sjálfstæðisflokkin og ein leið til þess væri að sprengja stjórnina á einhverju góðu máli og þetta kvalamál virðist augljóslega vera í sjálfu sér fyrir þeirra hóp tiltölulega gott mál en þau gætu þetta verið fleiri og það er náttúrulega ómögulegt að segja hvort að þetta myndi springa en sjálfstæðismennir hafa talað þannig og töluðu þannig Svandísi að þeir væru tilbúin til að styðja vantraust á hana. Ég held að vísu sjálfur að þó að það hefði verið borið svona vantraust á Svandísi þá hefði það verið fellt. Það hefðu nokkrir þingmenn sjálfstæðismanna hugsanlega greitt atkvæði með vantraustinu en stjórnin nú með held ég hvað 38 þingmenn þannig að það mega nokkrir ganga úr skaftinu og á þeim tíma sýndist mér ekki að forysta sjálfstæðisflokksins Bjarni vildi sprengja á þessu máli en þetta er bara eins og með forsetakosningarnar það eru spennandi tímar og mikil óvissa og mönnum finnst það mörgum voðalega skemmtilegt. Mér finnst sko sérstaklega Framsókn að gíra sig upp í kosningar. Ég sé alveg rosalega sterk merki þess að það er svona það er ekkert endilega verið að gera ráð fyrir því að þessi stjórn haldi út kjörtímabilið. Sko ég held að flokkarnir séu núna, stjórnarflokkarnir er að reyna að þreifa á því hvenar er best að slíta og hvernig, eins og Ólafur segir, sko, hvernig gerum við þetta og hvenar. Þannig að það er alveg örugglega vilja að bíða fram yfir hérna forsetakosningar og jafnvel svona en annarkvort verður það núna bara strax í haust eða þá svona mjög snemma næsta ári því að þetta stjórnarsamstarf er búið ég meina einn flokkurinn að hverfa en við megum heldur gleyma því sko að ég er alveg sammála þessum Ólafur segir að það sem stefnumál hjá Vinstri Grænum núna er að ná 5% alveg örugglega eiga þó einhver einn á þingi að við megum ekki gleyma því að það er nú ekki langt síðan að Samfylkingin var með 7% milli 5 og 6 milli 5 og 6 og 3 þingmenn eitt kjörtímabilið þá voru þeir í útrýmingarhættu. Það sé mjög vont að detta út af þingið. Ég held að það sé mjög slæmt. Ef þú hangir inni að þá held ég að þeir hafa málefnin til þess að vinna sig upp aftur. Ég meina eins og við vorum að með Samfylkinguna sko að það er flokkur sem 2016 er með 5,7% eins og Smári segir er núna mælast allt upp undir 30%. Ég meina en ef þú ert ekki með í leiknum það er miklu erfiðara þó að vísu sósíalistaflokkurinn sé nú ekki inn á þingi og sé bara live og kicking og hérna verðist ekki há honum neitt. Nei, þetta er auðvitað það að ef flokkarnir hafa einhver málefni til að berjast fyrir þá eru þau til og ég meina það er auðvitað alveg augljóst að sósíalistaflokkurinn hefur málefni til að berjast fyrir. Það á kannski ekki við það sem að Ögmundur Jónasson kallaði hreyfinguna framboð sem er hvorki vinstri né græn lengur og sömuleyti þá er hérna
mætti halda áfram með þessu líkingu með því að tala forsetaframboð Katrínar, að það var náttúrulega ekki hreyfing lengur og þá var þetta eiginlega bara orðið framboð. Já. Heyrðu, hérna verður vendið það. Guðmundur Hálfdánsson, Drífa Snædal og Ólafur Þór Harðarson, þakka ykkur vel fyrir komuna. Takk. En bróðir, við ætlum að sitja hérna. Við sitjum eftir. Já, og síðan koma til okkar að eldheitir stuðningsmenn. Ekki stuðningsmenn, jú, stuðningsmenn. Eldheitir stuðningsmenn forsetaframbjóðanda. Ég allt logandi. Hér verður allt logandi. Nei, ég held ekki. Þetta rautt borð, það er aldrei að vita hvað gerist. Já. Stutli og svo höldum við. Þau komið hérna rétt og eftir og ræða við Sigurjón, eldheitir stuðningsmenn nokkura frambjóðanda. Það er Helga Lára Haarde, hún kemur hérna og hún styður Höllu Hrund. Og Margrét Kristmannsdóttir, hún styður Höllu Tómasar. Og Evert Víglundsson, hann styður Baldur. Og Kolbrún Halldórsdóttir, hún styður Katrínu Jakobsdóttur. Og Sigurjón ætlar að ræða við þau hér rétt á eftir en við erum vanir að fara aðeins yfir svona pólitísku stöðuna. Pólitíkin í fríi. Við erum samt, við komum ekkert undan því fólk, það eru margir sem bara býða eftir þessu spjallaka. Það var hérna verið að velta fyrir sig hvað gerist eftir kosningarnar. Það er kenning í gangi að þegar forsetakosningar eru búnar að þá verði svo mikil gufa í pottinum þar sem hefur verið að sjóða froskinn það fljótu upp úr og ríkisstjórnin lifi ekki sumarið. Finnst þið það líklega kenning? Já, mér finnst það ekki. Mér finnst þetta, ég hef nú ekki mikla trú á ríkisstjórninni. Mér finnst þetta svona bæði hvernig framhaldið varð eftir að Katrín fór og Bjarni Benediktsson sem er óvinsalist í stjórnmálamaður í Íslandi bara sögur fara afheldi bara sem mælingar hófust og fólk ekkert sátt við þetta. Þau eru sátt við þetta. Þau eru sátt við þetta. Heldur það? Já, ég held að Bjarni sé sátt við að vera forsætisráðherra. Ég held að sé lafandi hræddur það að hann vissi þessa ríkisstjórn frá sér eins og hann gerði með hina. Þess vegna held ég hann vilji vera út kjörtímabilið. Já, það dugar ekki. Nú? Nei, það þarf að hafa hina með sér. Þá bara er hann meira til í að gefa eftir, kannski verður þá meiri sóknarfæri fyrir hina. Þeir tala reynda svolítið það sjálfstæðismenn að þeir hafi gefið svolítið eftir, þeir eru svona málamiðluna flokkur. Mér datt það í hug þegar Ólafur Þór Harðarson var hérna áðan að lýsa reformflokknum í Bretlandi sem er alltaf að gagnrýna íhaldsflokkin en ekki verkamannaflokkin. Minnir mig svolítið á miðflokkin sem er alltaf að tala eins og sjálfstæðisflokkurinn er að svíkja og hefur vaxið svolítið á því. Já, heldur betur. Þannig að miðflokkurinn er ekkert að eyða einhverjum orðum á samfylkinguna eða pírata eða eitthvað, þeir vita það, þeir fá ekkert fylgi þaðan. Nei. En þeir er að gagnrýna sjálfstæðisflokkinn og svona fyrir að
að hafa svikið eðli sitt og vilja halda því fram að þeir séu raunverulega betri í svona sjálfstæðisflokkur heldur sjálfstæðisflokkur. Já, það hérna Sigmundur Davíð er í miklu stuði. Við bara heyrum það ekki núna því að þingið er komið í talsvert frí út af forsetakosningunum. En svo ég heldur sko, frá upphafi að þessi ríkisstjórn þetta útlit á henni verið mjög veikt. Það var svona talið svona persónulega metnað þingmann eða sjáðu Sigurð Inga þegar að þeir stokku upp í ríkisstjórnin núna og þeir fá fjármála og efnahagsráðuneytið og hann, með fullri virðingu fyrir honum, dýralæknir og hann sést þar, varaformaður Framsóknarflokksins er sko alþjóða hagfræðingur sem að sko væri mikið betri kostur ef er eitthvað marka menntun og það sem fólk hefur gengið í gegnum í lífinu, þá eru mikið betri kostur í það ráðherraembætti heldur en hann. En hann þetta er bara eitthvað persónulegu metnaður að setjast þarna. Þetta Hefur einhvern tíma verið hagfræðingur í fjármálaráðuneytinu? Geir Haarde. Já, það gekk ekki vel. Nei, hann var forsætisráðherra þá, er ekki? Jú, en ég meina hann var fjármálaráðherrann sem vildi ekki leggja skatta á aflandsfélögin og ég meina... Já, þú spurðir og ég svaraði bara. Ég ætla ekki að fara... Það er kannski tveir skólar í þessu. Stundum er að stjórnmálin eru svona fulltrúi svona eins almenna. Já. Þannig að þú getur alveg komið inn á þess að vera hagfræðingur inn í fjármálaráðuneytið og þú ert með endalausa hagfræðinga og sérfræðinga störfum. En þitt hlutverk er svona bara að marka línuna og þeir eiga framkvæmdið í díteilum. Ár eftir ár er ríkissjóður rekinn með halla. Þrátt fyrir alla hagfræðingarna sem er inn í ráðuneytinu, Þannig að það væri kannski ágætt að koma eitthvað sem hefði svona eitthvað mótvægi, hefði eitthvað við að segja, eitthvað við að athuga. Það er ekki hagfræðingarnir sem eru að rekja það með halla, það eru ráðherrarnir. Já, ég veit að það vantar. Við vorum með ráðherra sem var Bjarni Benediktsson sem vildi lækka skatta á hérna skársettu. Óli Björn metur þessi svona 90 milljarðar sem hann hafi lækka skatta. Á ári? Nei, ég held að sé yfir eitthvað tímabil en það er líklega það verður allavega vaxtabyrðin af 90 milljörðum er svolítið mikið sem við verum að borga fyrir þetta. Hvað heldur þú? Þau voru með ríkisstjórn þar sem mátti ekki hækka skatta og það mátti skera niður en ekki of mikið og þetta er niðurstaðan að við erum að reka ríkissjóð með halla í mikilli verðbólgu og í töluverði þenslu sem er alveg glórulust allra mati held ég, sem að þú hægrið eða vinstrið eða hvaðan þú kemur að verðinni og þetta er náttúrulega stefna sem að ríkisstjórnin ákvöður ríkisstjórn sem að Sigurður Ingi satt í og Lilja situr í og Katrín satt í Nei, ég veit ekki hvort það sé mér finnst þetta bara að einhvern tímann segi einhver ég held að ég sé ekki hendugastur í þetta ég er með varaformann sem stendur mikið betur við í þessum málum þannig að ég bara tilnefni hana þar og ég fer sjálfur eitthvað annað Kannski metur að þannig að hún sé ekki að því að þetta væri eins og hún væri að hann væri að gefa henni fórust í flokknum kannski að veiga mest ráðuneytið það er fjármálaráðuneytið og kannski metur hann þannig að Lilja myndi ekki fara með flokkin vel, myndi ekki halda honum saman. Ég veit ekki hvernig Framsóknarmenn hugsa Nei, auðvitað ekki. Herðu en þetta er sæmilega langur þáttur. Já. Ég var að fara að... Þú er eftir ansi góðan skamt að koma 4 eldheiti stuðningsmenn sem ég býst við að munu rífast að halda orðinu og vera að ræða þessa kosningabaráttu, hvernig hún lítur út frá sjónarhóli þeirra sem eru starfandi Nei, þetta er ekki starfandi fólk þetta er bara fólk sem er líklegt til þess að vera í stúkunni og garga út af með dómaran ef það er brotið á sínum mönnum þetta er fólk sem kemur í stúkuna eldheitt með trefla það ber enga ábyrgð Nei, þetta er ekki fulltrúar Nei, ég segi það ber ekki þá ábyrgð Þetta er ekki kosningastjórar Þau ber ekkert ábyrgð á því hvernig kosningabaráttan hefur verið, en þetta er bara fólk sem er að fylgjast með og er eldheitt í stuðningi við... Kom í búningum og með rosabresti. Og þetta eru þau sem er að mælast hæðst núna í konunum. Þetta er stuðningskona Katrín Jakobsdóttir, það er Kolbrún Halldórsdóttir sem hún veitir. Síðan er Höllu Tómasdóttir, það er Margrét Kristmannsdóttir sem er forstjóri í PFAF og Höllurhundar sem er Helga Lára Haarde.
sem sálfræðingur og svo kemur hérna Evert Vílundsson sem engaþjálfari og eldhættur stuðningsmaður Baldurs. Já, og hann ekki líka crossfit eitthvað, reykjaði crossfit eitthvað, það sem að Baldur og hans eiginmaður mæta að æfa reglulega. Já, ef hann ber ábyrgð á einhverju þá ber hann ábyrgð á góðu líkamlegu formi Baldurs. Já, segðu það. En þá þinni þáttökulóki í dag. Ég þakka bara kærlega fyrir mig og við ætlum að taka einn smá skilaboð að utan og svo heldur Sigurjón hér áfram. Tíminn. Stundum virðist hann silast áfram. Stundum standa í stað og stundum eins og hann líði allt of hratt. Tíminn okkar dýrmætasta eign því hann fáum við aldrei aftur. Þess vegna mikilvægt að nýta hann vel og selja hann ekki ódýrt. Við sættum okkur ekki við að tími sumra sé álitinn verðmætari en annarra og berjumst fyrir bættum kjörum. Fleiri augnablikum með fjölskyldu og vinum. Því augnablik lífsgæði. Lífsgæði sem við höfum barist fyrir í yfir 130 ár. Já, við höldum áfram, það konir nýji gestir og hér konir 4 eldheitir stuðningsmenn frambjóðenda til forsetaembættisins. Margrét Kristmannsdóttir,
og þú ert stuðningsmaður Höllu Tómasdóttur, Evert Víglundsson og það Baldur Já. og Helga Lára Horde og það Helga, Halla Hund og svo Kolbrún Halldórsdóttir og það náttúrulega Katrín Jakobsdóttir. Mikið rétt. Já, og mér sagt að þið byrja enga ábyrgð á þessum frambúðum, þið bara eldheiti stuðnismenn. Í fyrsta hlutanum þá sátu spekingar og fyrsta spurningi var svo, eftir viku verið búin að kjósa okkur nýjan forseta. Hver haldið þið að verði forseti eftir kosningarnar? Heyrðu, ég kaus Höllu Tómasdóttir árið 2016 og ég eiginlega svo fegin að hún varð í öðru sæti vegna þess að mér finnst Halla Tómasdóttir árið 2024 svo miklu öflugri en Halla Tómasdóttir 2016 og hún kemur mér eiginlega óvart á hverjum einasta degi. Þessi vinna sem hún búin að vera í núna erlendis undanfarin ár hefur bara elt hana gríðarlega mikið og hún hefur verið að leiða svona ólíka hópa saman og meðal annars reyna að tryggja það að kynslóðan okkar sem fer með völdin í heiminum í dag sé ekki að klúðra öllu fyrir börnunum okkar og barnabörnum. Þannig að Halla hefur bara ótrúlega sýn á þetta embætti og hún hefur mikla sýn á það hvernig hún sér Ísland í heiminum öllum. Halla Tómasdóttir hugsar einfallega rosalega stórt og ég hef trú á því að hún verði forseti á laugardaginn. Evert. Já, Baldur Þórólfsson verður forseti á sama tíma eftir viku. Já. Það ekkert flóknar heldur en það. Tekur þú á kraftinu? Já. Hann á nóinni. Já. Það verður bara held ég ofsalega spennandi. Þetta kannanirnar sýna að þetta verður tæft. Svo að sá sem vinna held ég að verði ekki með mjög miklu mun. Ég trúi því að Halla Hrund muni sigla fram úr síðustu metrunum. Já, en áður við hleypum Kolbrún að þetta ekki svona óskugja? Ekki Katrín komið með það mikla fórustu? Ég veit það ekki, ég held að kannanir sýni það ekkit endilega. Ég held að við höfum frekar séð það í forsetakosningum hingað til að það getur allt gerst á síðustu metrunum. Og einhver sagði nú einhver tímann að vika langur tími pólitík og ég held að þessi síðustu dagar gæti breytt ýmsu. Ég ætla bara að minna það að árið 2016 þá var Halla Tómasdóttir með 18% 2 dögum fyrir kosningar og hún endaði með 28% og í dag hún með tæp 20% og ég bara veit það og ég finn það að því ég að vinna fyrir hana að fylgið hennar á þvílíkri siglingu að það eiginlega sko áþreifanlegt og ég þess sko fullviss að það alveg sama hvað skoðanakannanir næstu daga munu segja það sem að Halla færi upp úr kjörkossunum á laugardaginn verður miklu meira og ég bara trúi því Sigurjón að þjóðin gerir ekki þau mistök á laugardaginn kemur að setja Höllu Tómasdóttir í annað sætið aftur. Nei, Kolbrún. Getið þið bara halla ykkur aftur í stólnum og... Nei, sannarlega ekki. Ég segi nú sko, ég ekki að vinna fyrir frambóð Katrínar, ég bara eins og þú sagðir áðan eldheitur stuðningsmaður og það náttúrulega bara hafandi unni með henni lengi og hafandi fylgst með henni fara í gegnum ýmsa orrahríð og finnandi bara hvað hún á líka ótrúlega mikið fylgi og mikið stuðning og mér hefur fundist hún fara mjög fallega í þessa baráttu. Hún hefur haldið yfir 50 fundi út all land. Hún hefur farið á staði bara eins og Skagaströnd og Raufarhöfn og Kópasker og allstaðar ótrúlega vel tekið og það svo hlýtt fólk sem tekur á móti henni og ég finn alveg gríðarlegan stuðning en sannarlega ekki sigur í höfn fyrir að við teljum upp úr kössunum, það alveg rétt og ég get alveg tekið undir það sem hér sagt. Þetta náttúrulega bara... Þetta sko í þessari viku sem framöndan að þetta eftir að harna mikið að hún fái, að því hún í fórustu núna í skoðanakönnum, þó sé ekkert mikið en það samt að fyrir það að hafa farið svona stögglega úr forsætisráðunum yfir í þetta og það fara svona mál sem hún hefur verið að vinna heldur þetta eftir að harna gagnvartinni? Ég held ekki, mér finnst nú frekar sko áferðin á baráttunni almennt sé að mildast ef eitthvað sko, hún hefur auðvitað verið alls konar og ekkert kannski endilega Já, ekki endilega við frá sko meðfarambjóðandunum heldur bara út í samfélaginu. Já, ég er að tala um það, ég meina þessi barátta bara almennt sko, ég meina það hefur ýmislegt verið sagt og gert sem að kannski sem að ekkert, svona miður málefnanlegt kannski skulum við segja og þá er ég ekki að segja frá öðrum frambjóðendum, alls ekki sko, heldur við bara að tala um svona almennt það sem við heyrum á samfélagsmiðlum. Ég held að samfélagsmiðlarnir hafi svolítið, þeir hafi kannski uppeldi okkar á síðustu árum varðandi samskipti hefur einhvern veginn riðlast. Mér finnst vera svona hömluleysi og markaleysi komið svolítið í það sem má segja og það sem sagt og svona ákveðni þröskulda sem mér finnst vera farnir út og það auðvitað bara
tákn tímana en það ekkit endilega til fyrirmyndar, sjáðu þið. Nei. Og í svona baráttu þá það mjög erfitt. Það mjög erfitt að eiga að heia heiðarlega baráttu og ég meina ég eins og ég segi ekki ásaka einn eða neitt en hér hefur allavega í okkar herbúðum með mikil gleði og þar höfum við verið fókusirð á það að vera bara mjög jákvæð allan tíman og ég get sagt ykkur það hefur verið ótrúlega gaman til dæmis bara við þegar við höfum verið að opna þessar kosningamiðstöðar, nú erum við með 2 svona miðstöðar og við vorum með kaffi í Garðabæ í gær þar sem að koma alveg múr og margmenni og það bara mikil gleði. Bjarni, hvaða Bjarni? Nei, að þú varst með í Garðabæ, ég ætla bara að vera fyndin. Já, eftir að reyna að vera fyndin, já, ok, fyrirgjöðu, ég kannski svo húmorslaus fyrirgjöðu. Nei, þessi var bara ekki góður, sko. Nei, hann var bara ekki góður. Nákvæmlega, þakka að kella fyrir Evert. En eins og ég segi, það bara mikið gleði hjá okkur og mikið stemning, við finnum auðvitað það ákveðin sigling á Katrínu en eins og ég segi, við verðum bara að halda áfram að vinna vinnuna. Fram á síðasta dag. Ég sá á netinu að Bubbi Mortens og Víkingur Heiða tók sér saman og voru að spila lög, Víkingur að spila og Bubba syngja lög eftir Bubba, svona stuðnings Katrínar og þar fekk Bubbið aldeilis svo því, sko, í kommentakerfunum. Þar var ekkert verið að sko, draga úr því, sko. En ég held að ekkert af þessu skítkasti komi frá öðrum meðframbjóndum. Það eitthvað sem að gerast út í bara út í samfélaginu og ég alveg sammála það og ég veit að til dæmis Halla Tómasdóttir ásamt fleirum hafa einmitt verið að ræða þessa orðræðu í samfélaginu en hún kemur ekki frá þeim og við eigum bara að hafa þannig að ef þú hefur ekki neitt gott manneskjuna að segja þá áttu bara að þegja. Það bara mjög góð regla. Það mjög góð regla. En það, veist, kannanir segja ekki allt, sko. Okkur alltaf áætlað efsta sæti í Eurovision til dæmis. Það ekki gengið með þá, sko. Ég mjög sé ennandi veðbankar. Já, bara allir veðbankar, allir Íslendingar alltaf í fyrsta eða öðru sæti, sko. Og kannanir eru bara eins og veðurspá á Íslandi, hún stendst bara ekkert, sko. Og þær standast yfirleitt ekkert. Þannig að menn bara berjast þangað til að leiknum lokið. En mér finnst og við vorum að tala þetta frammi, mér finnst við vera í bara lýðræðisveislu, vegna þess að við vorum til dæmis að tala það að í Bandaríkjunum þá að veljum í rauninni 2 slæmakosti. Hér erum við bara með fullt af frábæru fólki og ég til dæmis mjög oft dáðst af Katrínu Jakobsdóttur. Ég þekki Baldur og Felix persónlega og þeir eru frábærir. Ég þekki kannski Höllu Hrund sísta því hún það bara miklu yngri en ég, en ég var að fundi það sem hún var daginn að tala og hún var alveg bara frábær. Þannig ég held að þjóðin hafi mjög marga góða kost að velja þó að ég telji sjálf að Halla Tómasdóttir sé fremst meðal jafningja. En þið hinn sömu skoðunar, það þannig að einhver af þessum 4 efstu sem við erum að tala og þið svona tilheyrið að þó ykkar myndi ekki vinna, ykkar frambjóðandi að myndi, sko, þetta samt í góðum hönd með eitthvað hinn að tryggja, myndi? Já, ég held að margir í þessu frambúði myndu geta sinnt þessu embætti alveg ofsalega vel, ég held það. Það þetta bara mín skoðun að ég held að Halla Hrund myndi gera það best af þeim sem í frambúði. En af þeim sem algjörlega og þess vegna þetta fylgi að dreifast, það eru margir að fá ágætt fylgi og þess vegna kannski engin einn frambjóðandi sem að taka allt til sín af því að það eru margir þokkalega góður kostir. Sjálfstegi í fyrsta skipti á ævinni inn í kosningaskrifstofu 1996 og það var kosningaskrifstofa hennar Guðrúnar Agnarsdóttur og svo sem að dró mig þangað inn var Bríet Héðinsdóttir, mamma Steinunnar Ólínu og þetta mjög eftirminnilegt því að ég fór út af þessum fundi með Guðrúnu og búin að lofa því að stýra kosningaháttíðin hennar í Borgarleikhúsinu og eftir það var náttúrulega ekki tilbaka snúið, eftir það hefur verið 10 gestur á kosningaskrifstofum en ekki sigraði minn frambjóðandi í það skiptið en við lifðum alveg góðu lífi með Ólaf Ragnar allan þann tíma. Þannig að ég held að við séum öll bara menn til þess að taka þeirri niðurstöðu sem að þjóðin gefur okkur. Og þarna sé þess að frambærilegt fólk ekki bara eitt frambjóðandi að þau Ég held við getum öll verið sammála það, þetta allt frambærilegt fólk. Sigurjón, sko, það veita nú örglega einhver að sko, ég meina Baldur og Felix eru bara meðal minna bestu vina og ég átti nú bara mjög erfitt á sínum tíma þegar ég gerði hugminn, sko. Þannig að eins og ég segi, við erum bara lítið samfélag, við þekkjumst öll meira eða minna og við það er alveg rétt skrúðar á okkur hausinn sem sitjum sko, þannig að ég held að eins og ég segi, þetta fer eins og það fer og þjóðin á valið
og það verður bara spennandi að sjá. Ég meina, við erum alveg til í leikin og við erum til í að vera, þú veist, í liðinu og klappliðinu og við vorum öll valsarar í gær og jáfnvel áfram í dag, skilur. Ég káir en ég fór ekki til rauða peysu, sko. Nei, fórst ekki til undir. Nei, ég nóskuði til hamingju samt, sko. Þarna kom ég upp mig, ég sem veit ekkert íþróttir. Nei, þetta var ævindilegt algjörlega. En ég held að ég glemdi, ég ætlaði að byrja að hrósa ykkur hér hjá Samstæðinni. Mér finnst þið hafa verið að gera óbóðslega góða hluti í þessari kosningabaráttu. Það verið að taka alla og leyfa þjóðin að kynnast þessu fólki sem í framboði. En þess að það voru bara allt og margir og öflugir fjölmiðlar sem að einhvern veginn tóku þá afstöðu mjög snemma í baráttinu en áður en baráttan hófst að láta ykkur á skoðanakannanir stýra því hverjum þeir voru svona að hampa og draga fram. Þannig að mér finnst þið hafa verið að gera hlutin alveg ofsalega vel, vegna þess að það ykkar hlutverk að leyfa þjóðin að kynnast fólkinu sem að í framboði og síðan náttúrulega það þjóðin sem kýs. Við heyrum mikið af þessu. En það hérna Gunnar Smári tóku sér viðtöl og hann sagði alltaf þakkaði fyrir að bjóða þið fram. Hann fannst þetta svo mikil veisla, sko, það svona ólíkt fólk og skemmtilegt, hann var hrifinn öllum sem hann talaði við, það var allir eitthvað gott að segja, sko, og já, við heyrum mikið af þessu. Ég var í golfi í gær við hjónin og kona sem var að spila með ykkur, hún byrjaði að segja bara strax á þriðjubraut að hún elskaði okkur bræður. Þá sneri mín sér við. Nei, við fáum mjög mikið lof fyrir þetta. En hvað gerir þið í síðustu vikunni? Er þið stressuð? Nei. Ég er svo sultuslög. Nei, það er ekki það, það er bara svo gaman. Það er svo gaman að upplifa það að vera í liði sem er á svona mikill í siglingu eins og Halla Tómasdóttir þessa dagana. Það er ekkert nema gleði, það er fullt af fólki, það er allir að vilja gerði til þess að gera allt. Og ég bara, það sem að, sko, það er líka svo gaman að vinna fyrir svona manneski eins og Höllu, sko, það er svo mikill eldmóður í henni, veist, ég er alveg viss um það allir þessi tól sem að bjóða sig fram, þá langir til að vera forseti og og þegar okkur langar til að gera hlutina þá gerum við þá vel. En það er svo mikill eldmóður í henni Höllu að það er ótrúlegt og ég bara held að þú ert með þennan mikla eldmóð, þá gerir hlutina frábælega, ég er bara alveg þar. Ég sé alveg sama, mér finnst þetta að vera spennandi, þetta er rosalega skemmtilegt, við erum að kynnast fullt af nýju fólki, ég er inn á kosningaskrifstofunum og ég er að sjá fullt af fólki sem ég hef aldrei í lífi minni hitt áður, á öllum aldri, úr öllum stéttum og nú er ég náttúrulega á nýjum vettvangi sjálf, verandi orðin formaður BHM, þannig að ég er mjög ánægð að sjá svona rosalega breiðan hóp koma til Katrínar Jakobsdóttur og styðja hana svolítið með ráðum og dám, það svigna öll borð alltaf undan veitingum sem fólk kemur með, það eru sko döðlubrauðin og það er endalaust nýstekta kleinur og það var meira sér þannig, svo ég segi hennar litla sögu frá Skagaströnd, þegar að Katrín tilkynnti það að kvöldi til að hún myndi ætla að koma við á Skagaströnd og konurnar voru alveg ótrúlega hressar þarna í kvenfélaginu, ég veit ekki hvaða konur það voru, sem sögðu bara endilega, við erum búin að redda sal, komdu og klukkan 9, bara morgunkaffi og þegar það er mætt á staðinn, það voru sko nýstektar kleinur á öllum borðum og þá sagði Katrín alltaf býttu vaknuðu þig klukkan 6 og það sögðu bara já. Hér tekið vel á móti fólki og svona er þetta alltaf. Ekki protein shake. Það er ekki protein shake það er Ef að kleinurnar verða að versta sem við setjum onni okkur þá var það á stað sko. Það er ekki góðar. Það er ekki góðar fyrir þig. Það eru ekki heilsubætandi en það eru góðar. Kannski margar kleinur borðar þessari baráttu. Hvað sér þið? Kannski margar kleinur. Það eru örgulega margar kleinur borðar og pönnukökur og eitthvað. En ég styð Baldur, ástæðan fyrir því er að ég er búin að þekkja Baldur í mörg ár og það eru fleiri hérna við borðið sem að þekkja Baldur, ég. Og ég veit að hann setur heilsu framarlega í sínu lífi og ég vil fá mann á Bessastaði sem er með mér í liði af því að ég á mér draum að Ísland verði heilbrigðasta land í heimi og við erum alveg óbóðslega langt frá því akkurat núna og þróunin síðastliðin 30 ár og jafnvel meira er skilur hún er slæm við eigum heimsmet í skilur heimsmet, við erum efst í OECD-löndunum í notkun þunglyndislyfja, við eigum Evrópumend í notkun orkudrykkja, við eigum heimsmet í notkun svefnlyfja, það virðist vera sem að einstaklingarnir sem að byggja Ísland séu ekki á góðum stað
og þetta málefni sem að ég brenn fyrir og Baldur þá vantarlega líka og Baldur, minn maður og ég vil hafa mann á Bessastöðum sem gæti beitt sér fyrir því að snúa þessu við og það mín ástæða fyrir þessu. Heilsan það mikilvægasta sem við eigum þegar hún farin þá ekkert mikið eftir. Það líka mikið búið að tala andlega líðan og það tengist þetta svo rosalega mikið. Og andlega líðan og sem líkamlega líðan helst alltaf í hendur. Líkaminn heilin eða höfuðið andinn og andinn líkaminn. Það ekki hægt að aðskilja þetta. Nei. Og það þú veist, kannski í þessar kosningabortu það alltaf verið að leita einhverjum nýjum leiðum og fólk að gera ýmislegt til þess að vekja athygli á sér. Og eitt af því sem Hallarhund hefur svolítið verið að gera að nota hreyfingu til þess að hitta fólk og hún fór í Fossavogsgönguna, hún tók þátt í Lundarhlaupinu í Vestmannaeyjum, fór með gönguferð á Úlfarsfell og og svo fór hún í reiðtúr í Víðidalum. Það er ekki alltaf að vera að borða kleinur á kosningaskrifstofu til þess að tala við fólk. Það ekki alltaf svoleiðis. Þannig að Hallarhund hefur kannski verið með svolítið svona nýja landvætta áskorun, svona forseta áskorun að fara þessa fjórþraut. En finnir þetta fyrir að því að hún svona yngsta frambjóðandunum að fólki þykir það hún bara að bíða sér eitt fórseta? Já, hún svolítið verið að heyra það, svolítið áhugaverð, mér finnst það áhugaverð umræða. Og kannski eitthvað miskilningur hvað hún hreinlega gömul sko af því að hún á 50 aldri, hún 43 ára og hún bara aðeins yngri en Katrín Jakobsdóttir, hún örfáum árum yngri en þegar Vigdís Finnbogadóttir var kjörinn forseti en hún hefur þetta bara unglegt og gott yfirbragð en þegar það alltaf verið að tala að hálfdöðan gaur eins og hann í Bandaríkjunum sko. Og kjörgengisaldurinn þetta 35 ára sko. Þannig að ef við viljum bara fá gamalt fólk þá getum við þetta bara að hækka kjörgengisaldurinn en þegar það verið sífellt verið að tala að ungt fólk að fá tækifæri og vera með en svo viljum við ekki gefa ungri konu tækifæri til þess að leiða þjóðina. Ég hef heyrt það stundum. Býttu í nokkur ár og þetta svolítið hvað ert þú að vilja bóta ekki? Mér finnst það ekki góða menntun og reynslu það ekkert þó hún sé 43 ára þá hefur hún yfir 20 ára reynslu af ýmsum og góðum störfum þannig að mér finnst það ekki vera í sjálfu sér ég myndi treysta ungri konu til þess að leiða þjóðina svo sannarlega og ég held að sé tómt tal að vera að tala það að ungt fólk eigi að taka þátt í umræðu eigi að vera með í samfélaginu eigi að hafa rödd ef við ætlum svo ekki í álfurinn að treysta ungu fólki og hér erum við að tala ungt fólk og það á 50-aldri þannig að hvenær hættir ungt fólk að vera ungt fólk hvenær fáum við raunverulega að vera með Ég brjálaði að slá ungskilri það ekki? Jú, mér finnst það alltaf Aldur ekki bara hugar Ég fættu 72 sko en ég bara 29 Mér langar svo að taka boltinn hérna út af þessari heilsu en sko Halla Tómasar hefur sett nefnilega andlega heilsu svolítið á blað og mér finnst það, hún skipta alveg ofboðslega miklu máli það ekki lægi í samfélagi þar sem að 8 af hverjum 10 börnum eru að þjást af þunglyndi að kvíða Við erum að heyra það ofboðslega mikið á ferð okkur í kringum landið að gamla fólki okkar hefur kannski aldrei haft það eins efnislega gott en það alltaf alveg ofboðslega mikið einmana. Þannig að það alveg ofboðslega mikið í gangi hvað varðar andlega heilsu fólks og ég held að það sé alveg rétt sem við erum að segja hérna, forseti á og þarf að setja heilsu og ekki síst andlega heilsu þjóðarinnar á dagskrá. Og þetta hafa þau sem við erum að styðja hér til þessa í þessum framboði öll gert. Ég meina þau hafa öll verið með þennan fókus. Katrín hefur líka farið í skokk, hún hefur líka farið í fjallgöngur, hún hefur líka verið í mikill útivist. Þannig að þetta í raun og veru svolítið einkenni kannski á þessu fólki sem við erum að tala fyrir hér. Þið erum að tala fyrir heilbrigt fólk sem að þið eru Já, nema ég vil segja að Katrín hún náttúrulega líka mjög mikið inni varðandi heilbriði jarðarinnar. Það hún sem tala líka fyrir heilbriði jarðarinnar og loftslagsins. Hún hefur þessi heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna að leiðarljósi. Það hún sem að ýtti þeim fram og kom því til leiðar að þjóðin hefur flýgt sér á bak við heimsmarkmiðin og þau eru sameiginlegt keppikefli okkar og markmið til að keppa að. Og þá erum við ekki bara að tala heilbriði jarðarinnar og loftslagsins, heldur líka mannkynsins alls. Og það kemur inn á heilsuna og þið þekkið þessi 17 markmið sem að við ætlum okkur að reyna að ná í sameiningu fyrir bara jörðina og fyrir framtíð mannkyns alls. Og þarna mín kona, Katrín Jakobsdóttir, alveg ótrúlega sleip og dugleg að tala fyrir heildarmyndinni, að við horfum á þetta allt sem eina heild. Heilbrigð jörð, heilbrigt loftslag, getur alið heilbrigt mannkyn og heilbrigt fólk. Já, engin spurning. Ég hugsa að við þurfum að byrja samt það sem að leikur nær okkur sko. Já, einmitt. Ég þarf að byrja á því að redda sjálfum mér áður ég fer að berga einhverjum öðrum sko.
Þar liggur vandinn held ég. En það var líka gaman að spyrja þig sem svona fjölmiðlamann, hvernig stendur á því að þegar Reuter, einn svona virtasta fréttastofa heims, velur 2 íslenskar konur, þar á meðal önnur þeirra Halla Tómasdóttir, sem áhrifamestu konur heimsins í loftslagsmálum, þá valla það fjallað í íslenskum fjölmiðlum. Það alveg með ólíkindum. Sko hvað hefði verið sagt ef að til dæmis 2 íslenski kallar neikvætt. Ég neyjust í alveg, þetta með ólíkindum. Þetta alveg með ólíkindum. Ég hættur. Nei, ég var bara samfélagslega. Ég hættur. Ég hefði verið mjög sár sko sem ritstjóri, fréttaritstjóri hefði ekki verið sko. Já, ég hefði látið auðvitað það. Þetta bara fjölmiðlar hafa breyst svo hratt undanfarið. Þeir hafa vikst mikið. Já, við erum komin svolítið fram á okkur. Þróunin hefur verið svo rosalega hröð í svo mörgu. Við erum aðeins búin að tína kannski bara tínast á leiðinni. Við erum pínum vilt. En ég full að trúa að við séum samt svona, það mikil vakning bæði andlega og líkamlega heilsu jarðarinnar sjálfsögðu sem skiptir miklu máli. Það hvert annars ættum við að fara, skilur. Ég held að við séum svona að smátt og smátt snúa við blaðinu. Og færa okkur yfir rétt átt og sjálfsögðu á að vera einstaklingur sem hefur þetta leiðalöfs í forsæti fyrir Íslendinga og beita sér fyrir þessu og þá algjörlega taka þetta úr höndunum á skilur pólitíkusum sko. Pólitíkusar eiga ekki að koma nálægt menntakerfinu og heilbrigðiskerfinu af því að þeir geta aldrei verið sammála neitt og svo veist, þeir eru í 4 ára að reyna að rembast við að gera eitthvað og svo kemur eitthvað annar og gerir eitthvað allt annað og þá gengur ekki neitt. Það þarf að taka allt sem að skipti máli varðandi heilsu almenningsins að minnstakosti og menntun finnst mér út úr pólitík og bara reka það eins og alvöru fyrirtæki. Það sem bara ein stefna. Þú verður að koma að með þetta. Þetta alveg sérumræð. Þetta er sérumræð. Ég veit ekki hvort ég get tekið undir allt hafandi við pólitík í 10 ár og reynt mitt besta til að ég veit að það reyna sitt besta en ef að fólk ekki að íta í rétt átt allir eða sömu átt þá næst miklu minna. En það nú þessi skautun í samfélaginu. Hún á nú kannski, ég veit ekki hvort hún á upptök sín í pólitík en það þessi hægri og vinstri ás ótrúlega þrálátur og ég verð að segja sem gamall pólitíkus að því að nú yfirgaf ég þenn pólitíska vettvang fyrir sko, hvenær var það, 2009, hvað mörg ár síðan, 15 ára eða eitthvað. Já, 15 ára. Já, en hann hangir nú alveg ótrúlega við mann þessi pólitíski stimpill, en það sem mjög skipta verulegu máli að sko þarna læriði maður nú að það auðvitað verkefni, sameiginlegt verkefni þeirra sem kosnir á þing að vinna saman að góðum málum til hagsbóta fyrir þjóðina og stundum lánast okkur það. Ég meina, það alltaf verið að skipta út fólki á þingi. Stundum lánast okkur að vera þar í takt og gera góða hluti saman og það bara mörg dæmi það, en hinn dæmin eru þetta sorglega mörg, það alveg rétt. Það það sem ég og leiðist. Það aldrei gangu upp fyrir mig. En ég vil nú segja Katrínu minni það til hrós að hún hefur þó haldið saman ríkisstjórn í 7 ár, þvert yfir þessar línur hægri og vinstri og ég þekki alveg og veit alveg hvað hún lagði á sig til að reyna að miðla málum á milli þessar hægri og vinstri því að hún trúir ekkit á þessar polariseringu eða á þessar póla. Hún vill að við getum talað saman sem ein heild. Hún vill að við skoðum heildarhagsmunina og að við vinnum saman að þeim málum sem samin okkur. Og mér finnst hún hafa sýnt alveg ótrúlega vel á sínum pólitíska ferli og ég verð að segja að mér finnst það ekki vera skömm eða neikvætt að hún skuli hafa þessa reynslu. Og eins og hún hefur glansað á alþjóðavettvangi, eins og hefur verið horft til hennar í jafnréttismálum og í loftslagsmálum, umhverfismálum og fleiri málaflokkum, að þá finnst mér vel geta sko viðurkennt það að hún hafi unnið gott starf. Já, en þú það náttúrulega hægt að skilja það fólk líka sem að finnst hún sem sagt að þegar hún fer úr forsætisráðuneytinu og Bjarni Benediktsson sem bara óvinsalasti stjórnmálamaður þjóðarinnar bara sé að mælingar hófust og hann sest í forsætisráðuneytið og það ekki fólk sem finnst og þetta kemur að fram 42% sem vilja ekki sem forseta vegna þessa kannski. Já, segja einhverju skoðanakannanir. Nú skulum við taka þeim með fyrir skoðanakannan og mælana efst þannig að það alveg jafn mikið marktakand á því. Hún hefur náttúrulega líka verið vinsælasti stjórnmálamæðurinn í skoðanakannunum þótt hún hafi verið með flokk sem hefur verið miklu lægri í vinsældum og það segir líka sína sögu. Flokkun reynda að koma niður fyrir 5% þetta sem fyrir ráðara fyrir Vinstri græna til hlýtur að vera brugðið. Sko, ég eins og ég segi, yfirgaf hinn pólitíska vettvang fyrir 15 árum og ég sagði mig
VG á þeim tíma, en þetta nú ekki að snúast mig, þetta Nei. Þannig að við höfum svo mikinn tíma. Þið hafið verið saman í pólitík. Við Katrín, ég hef stutt Katrínu í hennar góðu verkum, en ég hef ekki gert það á pólitískum vettvangi og ekki sem flokksystir hennar. Því að ég saði múið flokknum eins og ég segi og starfaði ekki þar. Ég reyndi reyndar fyrir mér í prófkjöri 2017 og það gekk ekki heldur, þannig ég og flokkurinn höfum ekki átt samleið í 15 ár. En hérna pabbi þinn, Geir Haarde, hann lýsti yfir stuðningi við Höllu Hrund, og það fórum allt svona, því að sko fyrir stjórnmálamenn hafa frekar verið á öðrum vettvangi. Og þú fyllt honum eða varst þú undan? Ég búin að þekkja Höllu Hrund bara í mörg ár, þannig að ég var fyrir til að finna það að Halla Hrund er frábær sem forseti, ég búin að þekkja hann í mörg ár og vera vinkonu lengi. Hann auðvitað bara er eins og annað stuðningsfólk og má lýsa því yfir hvað hann vil gera. Hann hefur sagt stiðja hana og ég er sammála við því, við erum sammála það. Við erum ekki alltaf sammála allt, en það er bara það sem er gaman og ég held að það kannski líka bara sýni að Halla Hrund nær til ofsalega ólíkra hópa. Þeir sem eru að vinna fyrir hana eða vinna með henni í framboðinu koma úr mjög ólíkum hópum. Ólíkar bakgrunn, ólíkar menntun, ólíkar stjórnmálaskoðanir og það sýnir held ég bara breiddina sem hún hefur í fylkinu bak við sig og það er bara held ég skemmtilega. Ég er aðeins sko, hérna eins og ég sagði áðan, það hef ég mjög oft dáðst að Katrínu Jakobsdóttur og mér líður svolítið illa yfir þessari orðræðu sem á sér stað ekki síst á samfélagsmiðlum gagnvart henni og hérna eins og ég segi ég hrekk bara í kút vegna þess að ég held hún eigi það ekki skilið því hún hefur að mörguleiti staðið sig mjög vel en hins vegar held ég að það sé ekki gott þegar svona stór hluti fólks lýsir því yfir að það vilji alls ekki sjá eitthvað sem forseta. Þannig að ég myndi hafa áhyggjur af því í sporum hennar. En hins vegar hafa skoðanakannanir og þá get ég kannski komið því að mesta sáttin yrðum Höllu Tómasdóttur. Og þau kannski öll sem eru okkar frambjóðendur hefur líka verið að þau eru að koma sterk sem annar kostur. Þannig að svona, auðvitað eru þetta fólk að mælast hæst, þannig að örugglega gætu margir sætt sig við einhverja úr þessum hópi. Þó að séu þetta ábyrjandi að þessu flestir sem vilji alls ekki Katrínu. Þetta getur maður skilið það bara úr hennar bakgrunn úr stjórnmálum og að vera að koma beint úr embætti forsætisráðherra og öll umræðan sem því fylgir. Þannig að maður skilur það þetta að einhverju leyti. En þú varst aðeins að tala hvort við værum stressuð svona á lokametrónum. Og það er mikið undir. Já, það er það allavega fyrir suma. Það var kannski sumir meira að tapa en aðrir í þessu. En ég finn ekki fyrir því. Mér finnst þetta, ég held að þetta séu rosalega skemmtileg dagar framundan. Ég held að allir frambjóðendur finni fyrir þreytu á síðustu metrum. Búið mikið að gera hjá öllum, allir út kvipin og kvappin. En spennandi framundan. Það sem mér hefur þótt ótrúlega gaman að taka eftir í Höllu Hrund er bara allt fólkið sem er að taka þátt. Hún var auðvitað frekar óþekkt, það vissu ekkit allir hver orkumálastjóri er. Þetta er svona embættið sem er stundum í fjölmiðlum og einhverju þekkja nafnið. En mest áskorunin hjá henni hefur verið að kynna sig. Það vita allir hver Katrín Jakobsdóttir er. Halla Tómasdóttir hefur þetta búið sér fram áður, Baldur hefur líka verið ábyrjandi í opinberri umræðu og verið varaþingmaður, vita allir hver Jón Gnarr er, þannig að kannski helsta áskorun Höllu Hrundar hefur verið að kynna sig og það hefur hún gert með því að halda 20 funda allt land og verið út allt. Og það hefur verið svo skemmtilegt að sjá allt fólkið sem er að taka þátt og bara í gær vorum við risastórt verkefni að dreifa bæklingum í hús sem er nú svona gamalt og ég man eftir því sem barn að gera það með foreldrum mínum, það var alltaf gott verkefni fyrir krakkana, var með mína krakka í því í gær og allt land og 100 stöðum á landinu er fólk að taka þátt og bera bæklinga í hús og það er stundum verið að segja að fólk nenni ekki að fylgjast með, það hefur ekki áhuga, nenni ekki að taka þátt ef þetta er ekki merki að fólki stendur ekki á sama hver að vera næsti forseti. Mér finnst það þegar maður sér það allt land að fólk er ísu það vill að nennir að bera bæklinga í hús ennþá, 2024, það sýnir að fólk hefur áhuga á þessum kosningum og það hefur skoðun á því hver er verið næsti forseti Íslands. En sko, það er sama kynjahlutfall sko á þessu 4 efstu og hjá ykkur, það er 1 karl og 3 konur. Ef þetta verið 3 kallar og 1 kona þá myndum við reikna með að kona myndi njóta þess svolítið sko. En hvernig er þetta öfugt? Hvað haldið þið? Að Baldur fái... Hvað haldið þið? Ég veit enga hugmynd sko. Nei, en sko Vigdís var þarna 1 og 3 kallar og hérna... Mögulega nýtur hann þess.
Mér finnst nú vera tíman að tákla líka hvað það eru margar öflugar konur í framboði. Það bara segir sína sögu. Þetta hefði náttúrulega bara alls ekki geta gerst þegar Vigdís bauð sig fram. En var þetta það sem Margrét að segja með sko, þú veist, þá sem að segja í skoðanakönnunum að þið vilji einhvert forseta alls ekki, að Ólafur Ragnar Grímsson glímdi nú sannarlega við það. Ég meina þegar eftir að kaupgjaldsvísitölunni var kippt úr sambandi undir hans stjórn og lánavísitalan sko fór upp undir þak og fólk var að missa húsið sitt, en svo vann hann bara á sem forseti og hann gerði það með verkum sínum. Þannig að ég held að við verðum að öllu dæmda verkum okkar auðvitað á endanum og ég veit að Vigdís var nú ekkert mjög vinsæl. Ég man alveg þá kosningabaráttu líka sko. Það voru nú ansi margir sem vildu nú ekki sjá konu í forsetastóli. Ég er algjörlega samanleysi. Ég er alveg viss um það á laugardaginn þegar þjóðin mun kjósa sinn forseta, þá munum við fyrir rest fylgja okkur á bakvið þá persónu. Það verður bara verkefni forsetans, verkefni hvers þessum vinnur á laugardaginn, að fá þá alla með sér í lið og það mun þetta reyna á af því þegar það eru svona margir frambúð og við vitum að það er kannski ekki margt sem bendir til þess að einhver frambúðandi muni vinna með 70-80% atkvæðum. Það verður líklega ekki þannig. Þannig að það verður verkefni og bara verðugt verkefni fyrir þann einstakling sem sigur á laugardaginn að ná til og verða forseti allra Íslendinga. Það er eitt sem komið mér óvart í þessu. Ég held að Jón Gnarr myndi verða með að lefstu, hann að það komið mér óvart, ég held það bara, ég hefði kosið nei, síðan. En það er ennþá hægt að kjósa hann, sko, það er ekki hættur. En hann í frambúði. Ég veit það. Er eitthvað má ég spyrja einhver sem spurningu, eitthvað sem komið ykkur sjálflega óvart? Varðandi Jón Gnarr þá langum ég held að hann kannski sé að gjalda þess að hann hefur ekki sama tíma og hinir hafa gefið sér til að vera út allt eins og þeytispjald. Hann er í risaverkefni, hann er að leika aðalhlutverk í sjónvarseríu sem hann hefur sjálfur skrifað og hann er bara með tökudaga, ég held í 12. júlí, bara hvern einasta dag leikum við. Þannig ég hef fulla samúð með honum og ég held að þetta sé að koma nú svolítið í koll, sko, að hann bara hefur ekki sama tíma og öll hinn hafa geta gefið sér til að vera í þessu algjörlega 120%. Það dugar ekki að vera svona þjóðþekktur maður eins og hann þarf samt að þessi vinna verður eiga sér stað. Það til að byrja með, en svo kannski hefur vantað það upp á. Já, þessi vinna verður eiga sér stað. Hún er eins og Helga Lára að segja, svo stór hluti að þessu og þessi að kynna sig og jafnvel fólk sem er þekkt, skiljið, þarf líka að koma og kynna sig. Og það er bara stór hluti af þessari vinnu og ég hef svolítið saman með öllum, þau eru orðin dauðþreytt auðvitað. Það er rosalega eftirspurn eftir þeim og þau eru svakalega mikið í fjölmiðlum og ég horfi fram á þessa viku núna allar þessar kaffræði sem eru framöndan. Ég bara segi, sendið þeim ljós. Ég ætla bara að fá að taka undir það, en þegar ég kem inn á kosningaskrifstofuna hjá Höllu þá er svona stór tabla þar sem hver dagur er skrifaður og það er frá sko 6 á mótnana til miðnættis. En það sem að ég held að bjargi minni konu Höllu Tómasdóttir er að hún fær svo mikla orku frá fólki. Hún þrífst svo á fólki. Þannig að ég sé hana enn sem betur fyrr ekki orðna mjög þreytta en þessi dagar framundan þeir verða svakalegir. En þeir verða líka held ég alveg óbóðslega skemmtilegir. Og ég held að þú getur ekki farið í svona kosningabortu eða sóst eftir svona embætti nema einmitt að þrífast svolítið á því að tala við fólk og mér finnst það bara ábyrjandi og örugglega eru þau öll þar að finna, þú veist, kraftin sem kemur úr því að tala við fólk og kannski er það þess sem við erum ekkert endilega hér við að bjóða okkur fram. Ég verð bara þreytt þegar ég sé dagskrona sem er hjá Höllu Hrund sko, og myndi ekki alveg kannski en annar standi því sjálf en einmitt eins og þú segir með Höllu að það er nöfnirnar að sjá þær einhvern veginn finna orkuna og hafa gaman af þessu stanslaust alla daga, það er geggjað en það sem hefur komið mér kannski svolítið óvart með þetta allt er bara hvað mikil áhugi var svo snemma, það er einhvern veginn kosningabortum búin að vera ótrúlega lengi í gangi. Mér finnst það svona sem búin að vera í ár í gangi þessar örfáu vikur, en það var svo fljótt sem var mikil áhugi, strax byrjar einhver sjónvarpsþættir, mikil umræða, mikil eftirspurn eftir öllum frambjóðendum, þannig að það kom mér aðeins svo óvart hvað þetta fór allt einhvern veginn fljótt á stað. Baldur hefur orkuna, þú hefur séð það. Já, hann er æfur á mótnana. Ég kynnist Balduri náttúrulega bara 2009 þegar hann byrjar að æfa crossfit hjá mér, sko. Og við höfum bara orðið góðu vinir síðan þá og náttúrulega Félix líka, þeir æfa mikið saman, sko. Og ég var bara síðast í gær morgun klukkan 11 að stýra æfingu á kosningaskrifstofunans. Nú, það er bara svona. Já, það voru 30 manns og ég svona hvíslaði hann í byrjun, farið bara rólega. En hann gerði það svo sannarlega ekki. En mættu inn að græjurna líka? Það þekkja það allir sem að hreyfa sig
að maður fær orku úr hreyfingu. Já. Það bara, okkur lífsnauðsynlegt að hreyfa okkur. Vel og minnst. Já, það það fyrir alla. Og bara að vera úti, þú veist, nú veðrið farið að vera aðeins skaplegra að vera úti og fá orku úr náttúrunni. Það að hreyfa sig úti. Ég tek svo undir með Evert vegna þess að við höfum, í leikhúsinu erum við með svona reglu, hún gengur út á það að fyrir hverja eina orkueiningu sem þú eyðir verður að hlaða þig nýrri til þess að hafa úthaldið og þá best að ráða öllu að byrja á góðri uppbytun, byrja hvern einasta dag á því að hreyfa sig vel, af því þá ert að fylla á orkueiningunum, skilu, á þína tanka til þess að geta haft úthald í daginn. Og svo annað sem við höfum líka úr leikhúsinu sem ég veit að Baldur og Felix kunna og ég veit að Katrín Jakobsdóttir mín kona kann, það þetta, þeir út í spuna, þegar þú ert í spuna og þau eru öll í alveg rosalegum spuna, þá skaltu alltaf, saman hvað mæti, segja já. Vegna þess að ef þú segir já, þá ertu komið með upplegg í einhvers konar sköpun. En ef þú segir nei við því sem mætir þér, þá ertu að loka fyrir möguleikan á sköpun. Ég held að Baldur og Katrín kunni þetta. Og þarna kemur trúðanámskeið sem Hallarhund fór á Grænlandi sannlega að trúðurinn segir alltaf já, eða ekki? Ég veit ekki, mér spara alveg ótrúlegt að fylgjast með þessi fólki sko, sem að getur vaknað brosandi á morgnana og það brosir stanslust í 12-14 tíma og leggst á kottan sko, brosandi. Þetta með ólíkindum, ég sammála þér, ég hefði ekki orku í þetta. En mér finnst aftur þessi dagar sem eru framundan alveg ótrúlega spennandi. Ég er svo glöð bara mándag þriðjudag, þetta verður geggjuvika. Ég bara finn það svo á mér. Það er smá þjóðhátíð. Margra daga. Ég veit að þjóðhátíð á Akureyri núna, ég held að Katrín sé að opna fund á Ráðhústorginu núna kaffiletið sko, hún var á Egilsstöðum í morgun, hún verður í Borgarfirðinum á morgun og í Borgarnes og Akranesi og svo er hún í Árborg á miðvikudaginn og svo er hún í Kappræðum, í sjónvarpinu er ekki tvennar eða Þrennar kappræður Þrennar, já, Pressan og Stöð 2 og Rúf og allir Stöð 2 allir að flokka og ekki hleypa veit bara ekki hvernig þeir ekki hugmynd ég veit það ekki nógu vel mér finnst hérna sem ég nú fylgst ágætlega vel með þessu mér finnst hérna Ásdís Rán svona búin að vera óbeitt sigurvegari þetta er einhver mannski sem við þekktum ekki neitt vissum af og svona afgreitt svolítið svona sem ljúskaði eitthvað sko svo hún bara þrælskemmtileg og geggja bóð sem hún held fyrir forsetaframbjóðina hún held svo skemmtilegt bóð fyrir forsetaframbjóðina já, svo það líka sko og svo flott að fá hópinn saman og svona og myndirna frá því partí fljúa enn netið og gaman að sjá mér finnst hún líka standa sér rosalega vel í forystusætinu Já, og svo hérna eins og Steinun Ólína var að segja sko, þau voru Akureyri í góða veðrinu meðan við var hérna leiðinda við hér og þá segir Ásdís Rán, mér finnst ég að flytja höfuðborgina í gott veður og hver ekki sammálið gott veður sko. En það er svona, hún er hérna orðheipin. Hún er orðheipin, skemmtileg. Og þetta er bara gaman að, þú veist, allir þessi frambjóðendur gefa þessar kosningabaráttu lit og það er bara gaman að heyra ólíkar skoðanir og gaman að rúfa að hafa þau alls saman. En það er líka, við vorum að tala það frammi að það er ótrúlega góður andi á milli þessara 12 aðila. Þú veist, þegar það er engin að mynda vel á þeim og þau eru að gera sig klári í einhverja kappræður að hittast, þá er bara alveg ofsalega skemmtilegt og þau eru bara miklu félagar og vinnur og veita hver öðrum stuðning og það er bara ofsalega fallegt að sjá. Gunnar Smári held ég að við sagt að hérna partíið hjá Ásdísi Rán hafi fært þetta fólk svo nær hvort öðru sko. Það kom allt þarna saman til að skemmta sér sko. Ekkert betra en gott partí til að saman og fólk. Já, segðu þið. Fá sér aðeins í tonna, það er oft mjög skemmtilegt. Það vil hjálpa. Já, bara aðeins í tonna. Þessu liturki. En nú endur við þetta. Kolbrún Halldórsdóttir, Helga Lára Horde, Evert Kristjánsdóttir Viglusson og Margrét Kristjánsdóttir. Og ykkur sem hafi verið með okkur, þakka ykkur fyrir samveruna. Ég kann ekki rullu Gunnar Smára sem að fer með alltaf hérna með áskrifundur því kann ég það bara eirið næstan þætti í honum en takk fyrir að vera með okkur. Verið sæl.